Já, komið þið sæl, Synir Egils heilsa, þennan sunnudaginn sem og flest aðra. Góði gestir okkur í dag, það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Brynjar Níelsson, lögmaður og varaþingmaður. Brynjar, mér langar að byrja að spyrja þig. Núna í þinginu, þegar var að vera að afgreiða vantrauststillöguna á Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur og Jón Gunnarsson félaginn, hann satt hjá. Ef þú hefði setið þetta, hvað hefur gert? Hefði verið stutt hana? Það hefði verið mjög erfitt. Já. Ég get lofaði því, vegna þess að mér finnst að vera svo brútalt í raun og veru að mér finnst eiginlega bara að sjálfstæðisflokkurinn hefði átt að stilla upp í vegg, eða VG upp í vegg og sagt að verður að vera annar matvælaráðherra. Eða bara þeir láti þetta ráðandi að hendi og skipti við einhvern annan. Annar myndi slíta bara stjórnarsamstarfinu. Já, ég meina... Þú segir stillu fyrir vegg, hvað er... Já, ég meina, okkur hefur verið stiltu fyrir vegg, okkur var stiltu fyrir vegg þegar Sigríður Andersen var á sínum tíma af VG. Okkur var raun og verið stiltu fyrir vegg líka með Jón Gunnarsson. Þannig að mér finnst þetta svo langt yfir öll mörk, sko, hvernig afgreiðsla það, hvað sem mönnum kann að finna síðan þessar veiðar og allt það, sko. Já, skilji, bara stjórnsýslan. Já, og þannig að ég skil alveg að vera mjög þungt í mönnum, en það auðvitað síðan alltaf hitt. Hinn endinn á þessu öllu saman menn í einhverju stjórnarsamstarfi og menn ætla að halda því áfram og láta ekki kannski eina svona uppákomu slás út á laginn alveg og brjóta þetta upp og ég skil það líka. Gerir þetta með óbræði munni bara það? Já, ég var oft með óbræði munni. En hann sagði svolítið líka, að því að þið nú félag, þú og Jón, hann sagði líka að hann efast alveg að VG væri tæk til þingsetu. Hann var ekki að segja, sko, til að stýra matvælaráðuneytinu eitthvað heldur bara til þingsetu, bara þingflokkurinn væri óhæfur. Það nú ekki mín upplifun, sko. Ég var alltaf starfaði með þau líka og þarna hefur verið mjög öflugt fólk innanborðs og mjög gott að vinna með mörgum þeirra og ég ekki sammála því en þetta auðvitað bara svo þungt þegar svona gerist og það auðvitað svo andstæð sjónarmið í mörgu og það kallar á pirring og vesen og við vitum alveg hvernig þetta er. Já, þannig að það stundum þurfa að fylgja einhverju línu en erfitt með að gera það. Já, þannig er lífið stundum. Já. En má ég spyrja ykkur hinn, fylgdust þið með þinglokum í sjónvarpi? Það síðustu dögur? Nei, ég mista því, en ég verð að segja, mér finnst þetta algjörlega hneyksli, þetta mál og hvernig þetta allt í einu snýst bara einhver svona keisarans skegg. Jú, það einhverju atvinnuréttindi og eignarréttindi sem verða síðan eitthvað aðalmálið, en við erum að tala hérna dýraníð, massíf dýraníð sem búið að stunda í áratugi og loftslagsmál og svo á þetta bara einhvern veginn að er falið í einhverju svona stjórnsýslu fettisma. Þetta bara, framtíðin mun bara hlæja okkur. Já, þetta var dregið upp á svið, með þessari vantrauststillögu. Fyrirtækið Hvalur er búin að fá fullt af ívilnunum og það er búið að horfa á milli fingur við alls konar reglur og matvæla eftirlit og alls konar endalaust og það fikk góða fyrirvara og þeir rannsökuðu þetta árið áður og það vissu allir að þetta var til skoðunar og svo framvegis. Kannski var einhver formlega heitum ábótavant í aðdragandanum eða eitthvað slíkt en þetta er náttúrulega bara við eigum ekki að vera að ræða þetta, við eigum bara að vera að ræða það að nú hefur grænn ráðherra leyft hvalveiðar. Ég bara vonaði þeim verið útrýmt í næstu kosningum, þess að Vinstri grænum. Þú vilt ekki horfa á þetta svona stjórnsýslu eða heldur bara dýraníðið? Já, ég meina, þetta er náttúrulega alltaf spurning þú veist, hvað er aðalatrið og hvað er mikilvægt og ég meina það er list stjórnmálum að segja hvað er aðalatriðið. Og nú segja menn alltaf, nei, dýrin skiptar ekki máli, loftslagsmál skiptir ekki máli. Aðalatriðið og svo benda þeir á einhver meðferð hennar á því að fyrirvari stjórnsýsluleg. Það er kannski umdeilanlegt. En þetta verður aðalmáli í umræðinni. Og fjölmiðlarnir grípa þetta og hlaupa eftir. Þetta er aðalmálið. En ef að málið verður borið upp á þingi, þá held ég að það sé svona 48 pluss fylgjandi hvalveiðum. 48 pluss, já. Ég held að. Af 63 Sjálfstæðisflokkurinn er 17, Framsókn er 13, það er komið 30, Miðflokkurinn 2, 32, Flokkur fólksins 6, 38. Nei, Inga Sæland hefur tekið ítrekað fram að hún er mjög á móti hvalveiðum. 5 þá?
Ég held að það er bara ekki meiri hluti á þingi fyrir því að stoppa hvalveiðar. Þið verður bara að kjósa öðruvísi. Nei, ég sko, í mínum huga snýst ekki einhvern svona form, þetta snýst bara að fara að lögum, sko. Og svo geta menn ákveðið það, við ætlum bara að breyta lögunum. Sko. Ég er að segja að það geta ekki breytt lögunum og þess vegna þá bara heldur þetta áfram. Það er fullt af einhverju hérna í lögum sem ég er líka illa við, sko. Hjálpaði mér bara að rifja það upp og ég er ekki að vera stríðinn, bara nákvæmlega hvaða lög brautum. Já, hún auðvitað málsmenn fyrir henni. Sko, lögin eru þannig að hvalveiðar eru leyfilegar uppfyllu ákveðnum skilyrðum. Og ef menn uppfylla skilyrðin í lögunum, þá ber að gefa út leyfi. Þetta er brotið. Já, þeir uppfylltu ekki skilyrðin. Já, og þess vegna finnst mér svo skrítið þegar umræðan var þannig, sko, áður hún tók ákvörðunar hvort hún ætlaði að fara til samvisku sinni eða láta stjórnarflokkana vaða yfir sig hinna. Það snýrst ekki um það. Það snýrst, hún var bara að fara að lögum og það skiptir máli. Og hún gerði það ekki. Nei, legðu þá bara fram. Það var dýraverndarlögum og það er sagt að þetta verið brot á dýraverndarlögum. Hvernig er þetta að segja að það hefur uppfyllt lögin, hvalur hefur uppfyllt lögin? Þeir geta greinilega ekki drepið dýrin á styttri tíma eða á mannúðlegan hátt. Þeir geta það ekki. Nei, það er búið að rannsaka. Hvalveiða gilda lögum hvalveiða, sko. Ekki lögum og dýravelferð, sko. Nei, það bara er þannig. Og með lögin með dýravelferð. Það er lögum dýramenn sem snýst kjúklingarækt og það heyri undir búrulögum. Já. En leiðum menn bara uppfylla lögin og hvalveiðar. Hún var bara dýraverndar. Já, sem eru bara sér lög þetta, sko. Nú erum við kannski komið út í lögfræðilega þætti, sko, en ég er bara að segja það og umboðsmaðurinn afgreiði þetta með þessum hætti og þá segi ég, ef menn vilja breyta þessu, að fara bara með gegnum þingi sem er heldur ekki einfalt, sem er bara alls ekki einfalt, bæði út af bara hvernig pólitíkin þar og svo út af stjórnarskráni. En ég ætla ekki að fara að ræða við ykkur á stjórnarskráni og lögin, en þannig horfir þetta bara við mér og ekki það, sko, hvaða tilfinningar fólk hefur til þess að hvað mönnum finnst ekki nógu velferð fyrir dýrin og svo framvegis. Þú hefur ekki gengið jafn langt á Jón Gunnarsson? Nei, ég hef ekki gert það. Nei. Og ég nota önnur orð. Þú hefur samþykkt þetta þá? Hennar stjórnsýslu? Nei, það er ekki talið með, sko. Ég hefði gert velugur aðsöndu við það, en það er ekki þar með sagt að ég hefði endilega, sko, greitt atkvæði með tillögum. Þú verður svo ólíkjörn. Ég ætli þið ekki verið svipað, við erum mjög svipaði menn. Það er myndast breiðfylking dýranýðinga á þinginu. Breiðfylking dýranýðinga. Það er það. Það er ekki meiri hlut á þinginu fyrir því að stoppa hvalveiðar. Það er greinlega. Má ég ætla aðeins að flettum eina blaðsíðu og til hamingju með samningi við Reykjavíkurborg. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Var þetta átök að ná fram samningi við borgina? Eins ótrúlegt og það má hljóma, nei, það voru ekki mikil átök en það var ofsalega erfitt að koma þessum viðræðum af stað. Já. Áttum fjölmarga fundi og það þokaðist ekkert en svo vísuðum við deilunni og þá fór borgin að geta tala við okkur við samningsborðið og fór að bregðast við með öðrum hætti en því annarkost bara að hafa ekkert fram að færa eða hafna öllum kröfum. Þannig að þá svona fór þetta að hreyfast og svo hreyðist þetta mjög hratt þarna undir lokin. Já. Og það kom okkur svo sem bara töluvert og óvart í samninganefnd Eflingar. Við vorum tilbúin til þess að taka raunverulega sumarhlé. Í samninganefndinni það er til dæmis stór hópur fólk sem starfar á leikskólum. Þeir eru auðvitað loka núna fljótlega og okkar samningaviðræður eru með þeim hætti að það eru félagsmenn sjálfur sem að leiða þær. Þannig að við vorum búin að gera það upp við okkur og við myndum gera það ef þyrfti og koma svo þá bara hress tilbaka eftir frí. En það var mikill vilji hjá Reykjavíkurborg og jafnframt var ágætt stjórn á viðræðum hjá ríkissáttasemjara. Þannig að þau féllust á endanum á nógu margar á okkar grundvallar kröfum til þess að við gátum gert kjarasamning og auðvitað eins og allir vita eða flestir þá var þrasið að þessu sinni ekki launaliðinn því að hann hafði verið settlaður í viðræðum á almennamarkaðnum og Efling gefið það út við alla sína vísimyndir og við myndum fylgja þeirri niðurstöðu. Það voru ýmis önnur atriði sem þurfti að ræða en það fór furðu vel. Við vorum mjög bara glöð
þegar við skrifum undir og við reynum að hafa þann háttina að skrifa ekki undir kjarasamninga nema við getum gert það með bros-over. Já, en eigið þið marga samninga ógerða? Við eigum samninga ógerða meðal annars við samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu sem reka hér hjúkrunarheimilin. Þar erum við með risastóran hóp af eflingarfólki, mest konum, 80% konur eða meira sem að starfa við umönnun aldrara. Þetta eru ábyggilega 2300 einstaklingar. Svo erum við með miklu fámennari hópa hjá annars vegar ríkinu og svo nokkrum sveitarfélögum. Við erum núna búin að vera undirbúa okkur mjög vel til þess að fara inn í mjög öflugar viðræður við hjúkrunarheimilin því að þar er ýmsu ábótavant. Þar er auðvitað viðvarandi mannekla sem að kemur bæði til vegna þess að það er bara starfsmannavelt, þetta er með erfitt starf, illa borgað, þannig að þar gilda svona sömu lögmál og til dæmis á leikskólanum. En svo er mönnuna líka einfaldlega með þeim hætti vegna þess að því miður hafa hér verið við völd stjórnmálaflokkar, stjórnmálamenn og konur sem að virðast ekki vilja tryggja stoðir velferðarkerfisins hrynji ekki. Mönnunarmódelið þannig að það er viðvarandi gert bara ráð fyrir því að ekki sé hægt að uppfylla öll þau skilyrði sem að þarna á að uppfylla og það þýðir auðvitað okkar fólk, okkar konur þurfa að hlaupa hraðar, sinna meiru undir sífellt erfiðari aðstæðum og það er þetta sem við ætlum að takast á við í viðræðunum sem að við höfum nú átt einn fund í munum ná einum fyrir frí og komum svo aftur tilbaka tvíeld eftir sumarfrí. Þannig að góð gangur. Þannig að það er þetta sem að ég og félaga mínum vorum að gera en ekki að fylgjast með einni vantrauststillögunni á þingi og þetta er náttúrulega orðið þannig að allt sæmilega svona hversdagslegt fólk sem er bara að sinna sínu nennir varla lengur að fylgjast með íslenskri pólitík vegna þess að það er bara hver furðan og hver sirkus uppsetningin á fætur annarri og fólk er bara upptekið við sitt, fólk er að vinna, fólk er að reyna að borga lánum sínum, fólk er að sinna fjölskyldunum sínum og svo framvegis og þetta er einhvern veginn orðið að þetta er svo konstant, það er svo mikil krísa í íslenskum stjórnmálum eins og víða annars þar að þetta er orðið svo fáránlegt ástand. Þannig að við ræddum mjög margt meðan við vorum á milli funda og vorum að bíða og þurftum að hafa ofana fyrir okkur. En aldrei þetta. Meðan að samninganefnd Reykjavíkurborgar var að skoða tillögur okkar og kröfur en ekki eitt einasta skipti ræddum við þetta. Það má ekki eiginlega ykkur við umboðsmann Alþingis að því leyti að þeir eru að sjá til þess að skilyrðum laga sig uppfyllt, skilurinn. Mér fannst það eitt í þessu, hvernig fjallað pólitíkin andan í þingi. Það er náttúrulega, í sjálfum sér er þetta ekkert merkilegt, það er bara verið að klára og það er að klára ákveðið mál og það eru mörg risa mál, það er breytingar á almannatryggingum, það er breytingar á húsaleigulögum, þetta eru fjöldi mála sem að skipti stóra hópa miklu máli, meðal annars félagana í Eflingu, bæði að þeir eru margir á húsaleigumarkaði og álagi sem þú ert að lýsa á hjúkrunarheimilunum er þannig að það er snembær örorka hjá Eflingafólki miklu hærri heldur en víðast hvar annars þar, að fólk er sérstaklega konungar er að gefast upp á 60-aldri. Það eru gríðarlega stór mál. Umfjöllun fjölmiðla þetta er eitthvað alltaf einhverja samninga, einhverja þingsflokksformana þetta, hvort að VG fái þetta og Sjálfstæðisflokkurinn hitt. Það er alltaf verið að lýsa þessu eins og einhver fáránlegum sirkus eða íþróttamóti en aldrei það efni sem þessi mál eru og mér finnst þetta bara versna og versna og versna. Ég er sammála þessu og það er bara að mínu viti fremur svona sjokkirandi að sjá hversu bara erfitt það er að fá umfjöllun þar sem einhver dýftar til staðar, þar sem að manneskja með áhuga getur séð bara hver svona þróunin hefur verið, hvað er að gerast út frá málefninu, út frá hagsmunum mismunandi aðila og svo framvegis. Það er bara mjög sjaldan sem að maður kemst í eitthvað svoleiðis hér. Núna eru aðalfréttirnar það eru óbragðið sem að Óli Björn var með eða fílan sem að Jón var með sem að bara skiptir engu máli. Það skiptir engu máli. Samt er það þannig að það er 3 flokka ríkisstjórn og einn flokkurinn virðist vera bara alveg búinn á því og við erum að horfa á reyndar. Hann náði fram með almannatryggingu. En nú ert þú eiginlega að gera þetta sama og við erum að tala fyrir að búa til sápuóperuna, fyrir að þeir alltaf búa til fókus og sápuóperuna en ekki efnislegu umræðu.
Þið farið ekki, umræðan í þinginu kannski efnisleg, en þið bara, fjölmiðlamenn, þið farið bara að tala sápuna og búið til hneyksli og klikkbeitur og teikna þessu, þetta upp í eitthvað svona. Við höfum fjallað sko almannatryggingar hérna margoft og við höfum fjallað húsið margoft. Já, þið eru þetta bestir, auðvitað, ég ætla ekki að gera lítið út. Við erum að tala hína. Við fjallum aldrei óbræðið í Ólabirni, bara aldrei. En sko, ríkisstjórnin alveg apparat, sko, og ef við sjáum hann að vera að hrynja, þá það fréttna. Já, það klikkið ykkar. En hún hrunin, það fíkniefni ykkar. Já, hvað lengi getur þú starfað í rústunum? Mér langar það að starfa ótrúlega lengi í rústunum, til dæmis sem mikilvægt fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hún halda áfram að starfa vegna þess að þau eru með sem forsætisráðherra óvinsælasta stjórnmálamann landsins, þannig að nú aldeilis að gefa honum tækifæri til þess að reyna að afla sér einhverja vinsælda núna á þeim tíma sem eftir af kjörtímabilinu. Þannig ég held að fólk sem tilbúið til að láta mjög margt yfir sig ganga og láta ýmsa þurfa að kyngja hinum ýmsu óbrögðum bara til þess að reyna. Völd eru bara einfaldlega þannig fyrir afskaplega marga að það að sleppa einhvern veginn tangarhaldinu af þeim erfiðara en hvað annað. Menn sko taka sér verk og alltaf mynda ríkis og þá reyna menn auðvitað að klára það. Þrátt fyrir ágreining, þrátt fyrir vesen. Það bara mjög eðlilegur hlutur. Og svo ná menn einhverju málamiðum og þá alltaf einhver auðvitað með eitthvað óbræð. Svo stundum fer maður líka ímynda sér þessi orði þannig að kikkið sé að vera óvinsæll. Ég ótrúlega óvinsæll en ég læta bara ekkert á mig fá. Ég bara flottur strákur eða flott stelpa og ég bara held áfram. Þú stundum óvinsæll? Já, ég bara maður les bara mokkana, það mjög óvinsæll. Mokkinn telst náttúrulega ekki með. Ég er ekki að tala þann svona það jaðar skúmaskot. Ég er að tala fyrir mannesku sem er í pólitík og var einmitt kosin til þess að gera eitthvað og fylgi bara hrynur af. Það virðist manni vera hér á Íslandi í það minnsta að það bara fari að vera eitthvað kikk í sjálfu sér. Að þá ertu einhvern veginn bara svona farin að þú ert bara með þrautseina vopni og bara gefst ekki upp og þú bara heldur áfram. Mér finnst mjög skrítið þetta fylgisrafn frá VG því að þeir hafa náð alveg ótrúlega miklu fram á síðustu 7 árum. Sko. Já. Eins og? Það þið sjáuð eftir. Brynjar eins og? Nei, ég meina það hefur auðvitað verið mjög mikil peningur í heilbrigðiskerfi, mikil fjármunir í ýmsa hluti sem VG hefur lagt mikla áherslu á. Þeir eru náfullt af árangri. Nú þetta örorkufrumvarp að klárast og ég meina mér finnst það ofboðslega mikill árangur hjá flokki sem rétt rúmlega 10% eða kannski 1/6 hluta fylgis ríkisstjórnarinnar. Og eitthvað 12% í síðustu kosningu. 12%, já. Þið mælist núna með 18. Mér finnst hann bara hafa alveg haft ótrúlega áhrif með hvað er lítill flokkur í ríkisstjórn. Þá dæmdur og hart núna þegar hann er komin niður fyrir 5%? Mér finnst það mjög sérstætt. Ef ég væri nú alvöru VG-maður og þá myndi ég höfðu býtu hefur ekkert verið í stjórn, þá verður bara enn færri mál sem okkur hendar kannski verið skárri stjórn. En svona tala náttúrulega alvöru VG fólki, nákvæmlega svona. Já, ég er ekki alvöru ekki ef við hefðum ekki verið þarna, þá væri allt miklu verra. Þá væri við í svona Hunger Games ástandin. Kata var hemill á Sjálfstæðisflokkinn þannig til að koma eitthvað. Sjálfstæðisflokkur er aldrei verið vandamál, hann er alltaf flokkur málamiðlana. En mér langar aðeins að grípa til varnar fyrir stjórnmálamenn. Það var ráðist á það daginn og ég var fyrir miklum vonbrigðum með einmitt frásögnina, þessa heimildina sem birti grein Running Tide. Það sem var verið að tortryggja stjórnmálamenn fyrir það að veita loftslagsverkefnum, frábærum loftslagsverkefnum, brautargengi, skrifundir viljayfirlýsingar, hjálpa ykkur. Guterres, ég segi bara að þetta er það sem stjórnvöld eiga að gera. Þau að hjálpa nýskapandi loftslagsverkefnum og þetta mál er risamál. Þetta er kannski besta hugmynd ever að nota hafið til að binda kolefnið. Rækta skó bara upp og öfugt niður á við og dömpa honum svo yfir ykkur helvíti skjá og binda þannig kolefnið í neðstu. Þetta virkaði ekki? Býtum við, þetta er allt ennþá í farvegi, þetta er ennþá rannsókn, það er fullt af einhverjum röngum hlutum og verst finnst mér að það er svona einhver svona vinstra væl, segi þetta orðið aftur í mitt á þessari stöðu, vinstra væl að níða niður stjórnmálamenn og stofnanir sem hugsanlega veita brautargengi í svona frábærum málum að því að hugsanlega getur ykkur grætt á þessu.
Þú veist, og þið skilji í hvaða heimi eru þið. Við erum hérna á hengiflugi og við þurfum allt. Við þurfum kapitalista, græna kapitalista. Við þurfum ameríska stráka sem Þetta virkaði ekki sko í kolefnisbindingu, þetta virkaði fyrir þá sem stóð að þessu, þetta er peningin. Þetta er kenning en þá. Þetta var peningabinding. Það voru teknir peningar frá fyrirtækjum sem vildu kaupa sér græna vottun og peningar voru bundir hjá mér sem að stóða þessu. Þetta eru valkvæður bindingamarkvæður. Því þetta bara styrkir, það fær engin losunarheimild út af þetta. Fólki sem eða fyrirtæki sem voru að fjárfesta í þessu voru að gera það í versta lagi til að skreita sig og í besta lagi til þess að bara styrkja verkefni. Það var engin að fá losunarheimild út af þetta. En það virkaði þetta ekki. Býttu bara, þetta mun virka, sérðu ekki fyrir þig. Þaran, þetta er sko hraðvaxnasta planta veraldarinn, hún vex 50 metra á 6 mánuðum. Hugsið ykkur hvað þetta var stórkostlegt ef okkur tækist þetta. Það voru 4 ráðherrar sem skrifuðu þetta er frábært hjá þeim. Þetta er það besta sem þessi ráðherrar hafa gert á sínum stjórnmálferli að veita svona lið. Það voru ekki króna á ríkiskassanum í þetta, ekki króna. Mér finnst skandallinn vera þarna að Umhverfisstofnun, einhverju lögfræðingar Umhverfisstofnunar vildu skilgreina þetta, kasta trjákurl í hafið eða kasta bara bónum í hafið, dumping. Sko, þetta er eftir alþjóða London Protocol, þar sem var verið að berjast á móti því að kasta kjarnorkuúrgangi eða bílhræjum eða drasli í hafið. Og svo voru ákvæði sem var bætt við seinna, en það má kannski setja ykkur efni í hafið í rannsóknarskyni eða ef þau fyrirbyggja eitthvað. Og þetta fellur til það. Lögfræðingar utanríkisráðuneytisins skilgreina þetta bara, þetta er ekki dumping, þetta á ekki við þennan samning. En það eru þeir ekki sammála í Umhverfisstofnun. Og ekki heldur hjá Hafrannsóknastofnun. Já, Hafrannsóknastofnun og Umhverfisstofnun gerir engar athugasemdir við þetta á umhverfissjónarmiðum. Það er bara þetta lögfræðilega skilgreiningatriði, er þetta dumping eða ekki dumping? Sko, en í stóra samhenginu sjáuð ekki, því að þessum menn viti ekki hvað við erum statt. Og svo var að tala um einhverja 10. Við þurfum iðnar skala á kolefnisbindingu. Og svo var líka að tala um einhverja 10 vísindamenn. Vinstri menn eru bara brjálaðir út í því að það er einhverju nýskapandi kallara. Það þarf að virka. Þetta er að virka og mun að virka. Þetta er alltaf áætlun. Þetta virkaði ekki. Það kemur alltaf í ljós. Það er ofta að koma í ljós. Ég held þetta að sjá sömu blaðsíðu og stóriðan í Helguvík. Já, vísindamennir einmitt voru á móti þessu. Nei, það er ekkert að segja það. Það var fullt af vísindamennum sem sögðu bara ég hef aldrei séð annað eins. Þetta er það alfyrirlust sem æminni sé. Hér er ekkert sem bendir til þess að þetta virka og þetta er algjörlega óvísindanlega rannsóknar og sannar. Ok, niðurstaða núna þegar í dreifðu kurli yfir hafið og fullir að það sé ykkur kolefnisbinding. Ég skil vel að þetta er ansi grunsamlegt. Einu röksemdir þeirra geta verið, jú, þetta er kolefni, tré og það mun sökkva, þannig að við erum ekki að fanga úr loftinu, en við erum kannski að binda það niður í neðstu lög ef það sekkur niður á botn. En það var ekki markmið. Þarna var verið að rannsaka, eins og margbúið útskýra í öðrum greinum, þarna verið að rannsaka hafstrauma, hvert efnið fer og hvernig það hegða sér. Já, hvort það fer mikið bara upp á fjöruna hjá okkur. Já, eða það. Ef það gerir það við ákveðnar aðstæður, þá þarf að rannsaka þetta. En þið sjáu ekki hvað er mikið í húfi og þeir eru allir tilbúin að níða niður nýskambandi verkefni sem við gerum eitthvað sem skiptir máli á iðnaða skala að þið fá ykkur að klikkbeitur. Benedikt, þú ert að lýsa þessu sem leikriti. Þetta er ekki gott leikrit. Þetta næri vel utanum þrá okkar eftir því að vinna á vandanum. Þetta er draumaverkefni mitt. Ég bara hugsaði, það var í stórkost. Þetta er risastórgjörningur sem að næra höndla vilja fyrirtækjana til þess að verða græn fyrir samfélag. Bendur á hvað þetta er. Minna á hvernig veistu það. Síðan er siglt með eitthvað skip og þetta er glæsilegt og svo bara dælt ofan í sjóin en það bara virkar ekki sem kolefnisbinding en það virkar mjög vel sem svona tákrat gjörningur við vilja okkar til þess að ná utan vandann. Þú segir bullar eitthvað, virkar ekki veistu það, að kúkbræður í Bandaríkjunum hefðu ekki getað fjármagnað betri grein gegn loftslagsverkefnum heldur en þetta. Ef ég var rannsóknarblaðamaður þá myndi ég bara að skoða heimildan og athuga hvort að olíusjóðirnir hafi verið að greiða peninga inn á reikninga heimildan. Þú ert að segja að þeir sem eru ansnúnir þessu verkefni hafi ekki trúað því að þeir séu trumpistar. Já, ok, þakkaði fyrir, þetta voru ekki mín orð en þú komin ansi lágt. Þú ert eignaður. Ég las þessa greina í umfjöllun í heimildinni og var mjög bara sjokkerað að lesa þetta. Ég var mjög sjokkerað að sjá þetta, en svo daginn eftir kom frétt að vera fyrir á hausinn á Íslandi. Já, þeir er hægt sko, það er út af hækkun, það er vegna þess að þetta fyrirtæki, ólíkt öðrum fyrirtækjum, fer ekki á hausinn, það er að hætta áður en fyrir á hausinn, það er að pakka öllu saman, borga öllum og pakka út. Af því að núna eru ekki peningar í nýsköpun lengur, af því að stýrivextir eru svona
háir og fjárfestar eru hættir að fjárfesta tímabundið í nýsköpun. Það allur nýsköpunarmarkaðurinn þarna að pakka saman út af þessu. Ég meina, þú veist, þið eru svona, hafið ykkur trúabröð í ykkur, þið brosið í kampinn, ykkur finnst það hlægilegt og þið gerir ráð fyrir að hér séu svindl og prettir, ekki þú Brynjar minn, loksins erum við í samanliði, loksins getur sjálfstæðumaður staðið. Loksins ég að ráðast á heimildina, en ekki Morgunblaðið. Blaðamenn eiga að hafa efasemdir. Já, það mjög gott, það rannsaka þetta. Jónas Kristjánsson sagði við mig, ef mamma þín segir, ég elska þig, hugsaði aðeins Já, en það búið að svara þessu efnislega aðeins í Vísi og það verður örugglega meira fjallað þetta, en ég hlakka til þegar þetta verður afhjúpað, þessi klikkbeitu fréttamennska. Það eru bara örfá prósent í nýsköpun sem takast vel. En nýsköpun er opaslega mikilvæg samt fyrir framþróunina og fyrir verðmætasköpun í heildina. Fullt af nýsköpufyrirtæki fara á hausinn, gengur illa, mistök gerð hér og þar. Það er bara hluti af tilverunni að lifa í frjálsu samfélagi. En samt haldi áfram þessu eins og Moggin var tilraunaverkefni sem fór á hausinn en stjórnvöld haldi hann alltaf í lífi vegna þess að það hefur tilgang hjá þeim sem að fara með völdin. Ég ætla samt að segja að ég var mjög þakklátt þegar ég sá þessa frétt að þetta væri hætt, ekki verða hausinn, bara hætt af því að vextir eru svo háir og þeir bara fá þeim ekki meiri peninga. Ég var mjög þakklátt fyrir það. Ég sagði, gott að stýrivextir séu svona háir ef það hefur þessi áhrif að þessi síkópatar og vitfirringar geta ekki lengur staðið þessari brjálsemi. En það nóg fyrir okkur að þurfa að þola það að sjókvíareldið sé einhvern veginn bara til staðar og við þurfum að lesa stöðafréttir af þeim viðbjóði og hryllingi. Ef þetta hefði líka orðið svona running fréttaefni, veistu það, ég held að það hefði bara orðið mikið fyrir okkur. Skora á þeir að endur skoða þessa frásögn. Við erum hérna Samherja sem dömpar í hafið 80-100.000 tonnum af kolefni á hverju ári í loftið. Það er það sem ég er að segja, við hefum ekki þola meir af hryllingi. Þetta ekki hrylling, hérna fyrirtæki sem að reyna að gera það góða í málunni, að binda það og setja niður í neðstarlag. Því að trjárrækt og auka lífmassan er ekki nóg. Við þurfum að stunda trjárrækt og við þurfum að græða upp. En það er bara lífmassi. En við þurfum, ef við ætlum að standast Parísarsamkomulagið, að finna leið til að fanga þetta þarna og fara með hann í neðsturlög. Og þarna eru Carbfix að gera eitthvað svona með mjög dýrum vélum og þessi hugmynd er svo brilljant og það þarf að rannsaka hana og það þarf að styrkja hana og styðja hana. Sumir segja að það sé betra og það er ekkert að því að það græði ykkur á þessu. Kynda niður maskinuna Sumir segja að það sé betra. Hvað segirðu? Kynda bara aðeins niður maskinuna. Já, það auðvitað líka. Er það ekki ágætt? En það þarf ekki, það þarf meira til. Því að jafnvel þó við stoppum maskinuna í dag, þá erum við samt í vondum málum. Við þurfum líka að sjúga. Hvað heldurðu að mikið af þeim svona megrunarráðum og meðölum og lyfjum og fleira sem eru seld og fólk græðir á virki til þess að fólk missi aukakíló? Já, ég veit, ég meina, 0,1%. Hvað, þannig að magaermin, hún virðist virka, er það ekki? Það er það sem kannski við sem samfélag þurfum að fara í, eina magaermin. En bara þú horfir yfir tímabilið. Þá er stjórnvaldið, reimin, sem minkar magan á okkur. Og svo og svo er ekki eitthvað sykursýkislyf sem er farið að virka fyrir stjörnunar í Bandaríkjunum. En allur þessi iðnaður sem að selur... Amfetamin virka líka mjög fínt. Allur þessi iðnaður sem að selur megrun til þess að mæta tilteknum vanda sem er góður, með góðum ásetningi því að það er offita er mikið vandamál. Margir græða stórkostlega á þessu en yfirgnæfandi meirihluti þessu bara virkar ekki og þú vilt taka þá hugsjón yfir á baráttu okkar við loftslags vandan náum í lyfi sem er búin að vera að selja megrunarlyf best að gera ekki neitt að því að það gæti verið að virka ekki það felst ekki í því að ef maður bendir á að það sem fólk er að kaupa sem er svona megrunarleiðir virkar ekki það þýðir ekki það að maður sem fylgjandi offitu Nei, svo getur ekki notað þessi rögg. Þú gerir, ég meina, ég skil ekki, ef offita er vandamál og menn vilja þróa lyf, ertu þá á móti því að menn reyna að finna lyf ef það gæti verið eitthvað að það virki ekki? Menn mega leita að því, en það sem að menn er að selja, ég veit ekki hvort að þú sért á Facebook eða eitthvað, eða les blöðin, eða setja fjölmiðla, það sem er sífellt verið að selja fólki ykkur á lausnir, sem að bara virka ekki, en það er þetta að græða á því, og þú ert að segja að við megum að gera það við bara svona loftslagsmálin. Þeir voru ekki farin að selja ennþá, þeir voru að þiggja styrki og fjármagna þetta með eigin hætti og taka lán. Þetta var ekki komið á þann basa. Þeir fengu fjármuni frá offitu sjúklingafyrirtækjum sem að höfðu sóðað út jörðina, sem að gátu keypt sér einhverja merkjum að þeir varu núna orðið mjó og þeir eittu peningum í það. Þeir höfðu ekki sett peningum í skóla. Ég var að ná einhverjum tökum á þessu umræðinu. Nei, ég held ég ná ekki tökum á þessu.
Nei. Mér finnst svo leiðilegt vinstrið að fara að snúast gegn allri nýsköpun í loftslagsmálum. Að ótta við að einhverju muni græða því. Þetta er leið til þess að græða alveg eins og sá sem að selja hvaða snákaolíu sem Þetta tengist ekki loftslagsmálum. Svo veistu hvað, mennur sem er búin að finna upp snákaolíu til þess að lækna skalla. Það er hægt. Já, ég sé það. Þannig að það var þá okkur ástæða til þess. Þetta er bara hluta frjálslega samfélag að menn reyna að búa til eitthvað, reyna að selja eitthvað og það er bara ekkert vissið að gera. Þetta er bara, svo kemur bara einhver og finnur eitthvað, hvað eru að stressa okkur yfir því? Já, við erum auðvitað mjög stressuð vegna þess að til dæmis okkur þykir vænt náttúruna, lífríkir, svo þykir okkur mögulega vænt börnin okkar og afkomendur. Það er engin skaði af þessu. Og svo þykir okkur mögulega... Hver var skaði? Fókusinn fer yfir á þetta sem að virkar ekki. Já, því þið pikkið hann upp. Ef þetta hefði haldið áfram þessi brjálsemi þá hefði náttúrulega skaðinn verið geigvænlegur. Hver er skaðinn? Ég meina, rekaviður hefur flætt úr ám Evrópu þetta var kanadískur viður. Þetta var kanadískt kurl. Og er það ekki bara viður? Nei, þetta var ekki rekaviður. Hver er umhverfisskaðinn af því? Samkvæmt Norsku Hafrannsókninni er þetta 0,1% af því sem þyrfti til að hafa einhver hugsanlega áhrif á vistkerfi. Vonandi verður engin umhverfisskaði af því að þessu var hægt. Að kasta við í sjóinn. Þetta hafði ekki þau áhrif sem var verið að kynna. Þetta var ekki til meirunar. Hvað meinar? Þetta var rannsókn og þetta var ekki einu svona komið á stóra bassan. Við vorum ekki komnir þangað að rækta þarann og láta hann vaksa. Það var ekki komið þangað, það átti að gerast á næsta ári. Þannig ég vona bara einhver haldi áfram með verkefnið. Þetta var bara eitt lítill fasi, þetta kurlævintýr þeirra. Við komum léttar hjá og tölum lagareldi. Ég ætla bara aðeins fá að bæta við hver þau sem hafa áhuga á að kynna sér einmitt það hvernig kapitalismin fer inn á einmitt þetta svæði, breytir sér í grænan kapitalisma svo einmitt að einhverjir drengir með ómikið af peningum til þess að leika sér með fari og láti sér detta til hugar þar sem að Brynjar telja vera svona helst einkennismerki frjáls samfélags að delera til þess að græða meiri peninga. Það er sænsku fræðimaður sem heitir Andreas Malm sem hefur meðal annars skrifað þetta. Mjög góðar og fróðlegar bækur sem ég hvet fólk til þess að kynna sér. Já, og þetta er vandinn í þessu það að í staðin fyrir að stjórnvöld sem að bera ábyrgð á þessu, eyðileggingu náttúrunnar og lífsskilyrða mannsins og eiga að taka þátt í þessu, að í skjóli svona ævintýra sem að kapitalistanir standa fyrir, að þá er sagt að við þurfum ekkert að gera, það kom einhvern svona sniðu í strákar með fullt af peningum í ferðartösku ykkur staðar og þeir redda þessu. Þannig að við gerum ekki neitt á meðan að vera að bíða eftir eitthvað running tide sem að vísindamenn horfa á að segja þetta er bara steypa, þetta er algjör steypa. Þetta er rétt hjá þér. Ein af klísjónum er einmitt að við tæknum og væðum okkur út úr þessu. Við fáum ykkur á góðu hugmynd og reddum þessu rugli sem við komum. Nei, við erum bara komin á þann stað að við þurfum að gera allt. Við þurfum að skera niður og breyta lífsstíl okkar. Við þurfum hugrekka stjórnmálamenn sem segja minna af öllu. Við þurfum að rækta upp allar eyðimerkur sem eru ræktanlegar og við þurfum líka góðar hugmyndir og tæknivæðingu. Við þurfum að vinna á öllum vígstöðum. Við erum komin svo langt. Þannig að við getum ekki ykkur hreintrúar vinstri væli bent fingrinum á nýskapandi menn og segja bara nei, þið eru bara non grata. Jú, ef þeir eru það. Já, þá skulum þið sanna það líka. Þessi heimild er ekki nógu góð til þess. Þessi fjórir ráðherrar, ekki sjálfstæðismenn frábært hjá þeim, besta sem það gert á ferðinu. Þú segir að við þurfum að gera allt. Við þurfum að gera eitthvað svona lítið af þessu, við þurfum að gera eitthvað raunhæfar aðgerðir. Sameinuðu þjóðirnar vilja það. Guterres vill að við gerum það. Hvað gerðu þessi fjórir ráðherrar af þessu sem þú ert að telja upp? Ekki neitt nema þetta, vegna þess að staðreyndin er eins og ég er að lýsa henni, að þeir notu þetta sem þykistu aðgerðir í loftslagsmálum til þess að gera ekkert af öðru. Guterres er ágætur maður og ég þarf að veðja að hann vill þetta ekki. Hann hefur beinlýst aldrei ræðum þetta. Ef hann væri búinn að kynna sér þetta frekar og ef hann hefði skoðað hinn non-existent vísindalega grunn á baku þetta þvaður þá hefði hann væntanlega sagt ég byrst afsökunar á því. Ekki segja non-existent vísindalega, þetta er ekki rétt. Jú, víst er það rétt. Þá hefði hann væntanlega byrst afsökunar á því að hafa haldið ræðu sem að byggðist bara á fölskum forsendum. En Brynjar, segðu okkur frá öllum loftslagsverkefnum ríkisstjórnarinnar. Hvað hafa gert? Þið neituð að lýsa yfir neyðarástand í loftslagsmálum af því þið ætluðu að láta verkin tala. Segðu þú frá hvað hefur gert. Þeir ætla að gera það með þessum hætti. Hvað hefur Vinstri grænt gert komið á leiðar í... Þeir að gera þetta. Þetta er í þeirra huga að láta verkin tala. Það hlýtur að vera eitthvað annað. Það er að gefa þessum drengin til viðbótar við hina mennina sem hefur gefið hafið okkar. Gefa þessum restina.
Nei, við viljum græna orku og virkja meira. Já, akkurat. Og nota orkuna í þá álbræðslu og járnbræðslu. Nei, við erum ekki að tala um það lengur, við erum bara tala um... Í hvað að nota orkuna? Já, það bara fullt að atriði sem menn vilja kaupa okkur orku. Eins og? Nú, það alls konar mér skilst það sé bara banka á dyrnar á Landsvirkjun og kaupa orku í þessi smærri fyrirtæki sem ekki stóriðju. Ég veit ekki betur, ég svo sem ekki sérstaklega inn í þessu. Nei, hann segir það Hörður. Hörður segir það sjálfur og þannig að nú til þess að koma öllu jarðefnaeldsneyti út, þá þurfum við auðvitað meiri orku, græna orku. Ég meina, það verður ekki bæði sleppt og haldi í þessu. Nei. Herru, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, hann skrifaði undir samning í Stokkólmi held ég, við Zelenský forseta Úkraínu. Þú eru kynntir þetta aðeins? Já, við vorum að ræða þetta tvisvar held ég. Þetta nú dæmi eitthvað sem eiginlega ekki rætt í samfélaginu. Sko. Já, það svona 4 milljarðar á ári. Líklega þetta 25,5 milljarðar sem hann skrifaði undir. En í tilkynningunni til okkar er bara talað 4 ár held ég, ekki rétt hjá mér. Já, en samningur til 10 ára. 16 milljarðar og þar af þetta svona til vopnakaupa. Já. Og Brynjar, er ekki Bjarni svona að fara svolítið af leið við þá sem við höfum tekið í öll þessu málum bara frá stofnun NATO? Jú, ég meina, ég hefði kosið að gera þetta með öðrum hætti bara svona með tákran hætti í eitthvað, með öðru þessi hætti heldur beint í vopnakaupin. Já. En það skiptir kannski ekki öllu máli í öllu púkinu, sko. Þeir kaupa vopn, sko. Þeir eru í stríði, sko. Við erum að kaupa vopn. Já, við gerum það beint. Þú veist meina að þeir... Ísraelsmenn kaupa vopn, eða við að gefa það vopn. Þetta fær bara eitt sjóð og við getum ekki ákveðið hvað þetta er bara eitt sjóður, sko, þó að þeir eigið einhver hlutapenning sem fái þetta og annað í hitt. Er svona táknrætt fyrir okkur að segja, við skulum bara eiga viðskipti við össur og við reddum öllum svona búnaði. Það er herrlega sjóð, við höfum þá sérstöðu. Já, það er táknrætt fyrir okkur. Mér hefði fundist það betri ásýnd, sko. Já. En ég meina, í grunninn er þetta bara einn pottur og þeir þurfa bara allir aðstoð að halda. Já. Og þetta snýst peningar, sko. Það er eins og samt í fréttatilkynningunni hafi ekki allt verið sagt. Þú varst að tala um einhvern sem hafi lesið samningin. Það er ágætis grein eftir sem að Hilmar Þór Hilmarsson skrifaði á Vísi og svo höfum við verið með viðtalið við hann hérna. Og við fengum líka Tjörvar Sjött til þess að fara yfir samningin. Og þetta er náttúrulega miklu stærri samningur heldur en er látið í samfélaginu. Og mér finnst þetta að vera mjög undarlegt bæði að því að það er stefnubreiting þarna í gangi. Varandi vopna... Já, og bara svona hver er staða okkar í NATO, sko. Ef sem að Hilmar gerir ágætlega, hann ber saman yfirlýsingu Bjarna Benediktsson eldri þegar var utanríkisráðherra, þegar Ísland gekk í NATO. Það sem hann lýsir yfir að við séum vopnlaus þjóð og í því bara felst ákveðin staða að við getum ekki farið með ófriði gagnvart öðrum því að við getum ekki varið okkur. Þannig það er mjög heimskulegt fyrir okkur að útveiku vopn til þess að drepa ykkur á Rússa ef við getum svo ekki varið okkur. Þannig að það er bara, allir hafi fallist á það lengi vel og bara gegnum gangut á Íslandi. En Bjarni Benediktsson yngri, hann gerir eiginlega stefnubreitingu sem það að þessi sérstaða okkar inn í NATO, að hún á ekki að duga lengur, þannig að við verðum að vera bara menn meðal manna einhvern veginn svona stemming. Þannig að við verðum bara að taka þátt í hernaði eins og aðra þjóðir og það er skuldbinding okkar sem er sko breyting á afstöðunni og skiptir ekki máli hvort þessi hægri eða vinstri maður, þetta er bara breyting á afstöðu og mér finnst bara stórundarlegt að þetta komist í gegn án umræðu. Og svo er það líka eins og Brynjar er að vísa á að það held ég að sé yfirgnæfandi meiri hluti Íslendinga sem finnst það óviðkunnanlegt að Íslendinga séu að kaupa vopn og það sé stefnubreiting sem við viljum ekki. Við sáum þetta vel í umræðunum forsetakosningarnar, þar sem það kom fram í afstaða hjá öllum frambjóðendum nema Katrín Jakobsdóttur og Jón Gnarr að fólk var ansnúið því að við verum að senda vopn á vígvöllin. Þannig að við getum, og það er líka eitthvað svona hugmyndum það að ég meina þegar þetta sem að þeir rökin sem við fáum frá utanríkisráðherra og forsætisráðherra er þetta sem að Úkraínumenn er að biðja
auðvitað þeirra byggja vopn sko, en það þarf það eru ég man ekki hvað orðið 100.000 sem eru særðir og fólk sem hefur mist fæturnar og hendur og alls konar sem að við getum alveg hjálpað til þess að komast til einhverja starfa og einhverja vinnu og það er alveg eftir mikill stuðningur við hernað Úkraínu eins og kaupa vopn, þannig það er alveg fráleitt rök að segja að við verðum að kaupa vopna þegar þeir eru að byggja vopn. Ef þannig að þau vilja bara vopn en ekki að fólkinu særða fólki sé hjálpa til heilsu, að þá er þetta náttúrulega sturlu stjórnvöld í Úkraínu sem við höfum ekki að styðja. Já, við einhvern tímann keyptum við færalegt sjúkrahús, ég aldrei sé myndir. Það er svona hersjúkrahús. Já. Það ættum frekar að vera í því, ert þú að segja? Já, það er það sem við gerðum í Bosníu til dæmis og við höfum líka, Ísland-Palestína hefur gert þetta í Palestínu, að þá hafa verið einmitt að því að Brynja nefndi Össur, þá hefur Össur tekið þátt í svona stórum verkefnum, það sem er verið að hjálpa fólki sem hefur, það sem eru jarðsprengjur eru mikið notaðar, sem að missa fætur og eitthvað meira. Og þá hefur við verið að sinna því bæði af því að það er ekki bein hernaðar aðgerð, en það er líka hugmyndinu svo að hjá okkur byggist á upp einhver þekking og geta sem að við getum síðan aðstóðað í öðrum átökum í staðin fyrir það sem að virðist vera að stefna núna við bara hendum peningum í eitthvað til Tékklands og Tékkarnir fóru eitthvað til Afríku að kaupa eitthvað vopn og það er búið að vera að skrifa það að helmingur af peningunum týndust á leiðinni, helmingur af vopnum sem kom virkuð ekki. Þannig að við erum komin út í svona mjög undarlega og það sem að mér finnst bara svo skrítið að því að inn í þetta þessi umræða dettur alltaf í því að annarkvort þetta bara með Zelenski og móti Pútín og eitthvað svona vitleysa að mér finnst fjölmiðlarnir og þingi bara ekki ráða við eðlilega umfjöllun þetta. Já, það kemur aðeins inn á þetta það sem ég finnst ég velti oft fyrir mér bara af hverju er enginn reyna friðarviðræður í gangi. Allar bara skakkgrendur og Vesturlöndum að borga þetta stríð næstu 10 árin eða 20 árin. Það er í þessum samningi sem hann skrifar undir og var líka í þingsályktunartillögunni að Ísland skuldbindur sig að fara í engar friðar leiðir nema þær sem er undir forystu Úkraínu sem er það að það sé ekki hægt að semja við Rússa að því að Pútín er Hitler og við getum ekki talað við hann og ekki treyst honum og þess vegna tókum við þátt í þessu fundi í Sviss sem að allir vissum myndi ekki gagnast neitt. Þannig að við erum búin að skuldbinda grundu það að leita að engum frið nema Haldið þið að ef Trump verið forseti hann ætla að láta ameríska skattgreiðendur borga það næstu áratugina? Ég held það. Heldurðu það? Næstu 4 árin. Ég veit það ekki. Já, það kemur náttúrulega bara í ljós að hann verður kosin aftur fórstu hvort að hann implementerar því sem að hann implementeraði ekki á fyrstu 4 árunum og notar þá setna nýtt kjörtímabil sitt til þess að gera svona stærri og brjálæðislegri hluti, brjálæðislegri þá í samband við það hvað bandarísk valdastétt og ameríska djúpríkið svo kallaða vill. Þannig að það á allt eftir að koma í ljós. Honum er auðvitað trúandi til alls og sérstaklega væri honum trúandi til þess að gera eitthvað á þá vegu að draga úr aðstoð Bandaríkjanna við Úkraínumenn vegna þess að þessi stefna er auðvitað bara mjög óvinsæl. Hún er mjög óvinsæl í Bandaríkjunum og hún verður sífellt óvinsælli í Evrópu þar sem almenningur fær ekki fjármagn frá ríkinu til þess að byggja upp innviði í eigin löndum á meðan að endalaust er hægt að dæla milljörðum og milljörðum ofan í stríðsrekstur sem að örkumlar unga menn og ungt fólk og nú konur og við erum að styrkja sérstaklega að senda konur í völdin. Þú veist þannig að auðvitað vill þetta enginn á endanum og þegar svona fyrsta svona trillingslega svona fervorið er farið af þegar það búið að sjatna svona í hernaðarbálinu sem að kynnt er alltaf og almenningur því miður einhvern veginn lætur of oft dáleiðast af, þá fer fólk að hugsa sjálfstætt og þá er þetta yfirleitt afstæðan sem fólk fær. Af hverju að vera að halda hernaði áfram, af hverju að vera að halda átökum í stríði sem ekki er hægt að vinna áfram á kostnað saklaus fólks. Smári, ég ætlaði að segja að því að við erum líka í útvarpi. Gestir okkar í dag eru Sólveig Anna Jónsdóttir, Brynjar Níelsson og Benedikt Erlingsson. Þessi mál eru grafalvarleg mál og sem að Íslendingar ætti að vera bara á kafi í því endurskoða öryggisstefnu sína. Það sem að Brynjar segir, hvað ef að Trump er kosinn og hann bara dregur úr
lokar bara stuðningi Bandaríkjamanna við þetta stríð, dregur sig kannski út úr Evrópu, hver eru þá öryggishagsmunir okkar? Var það þá rétt ákvörðun í okkur að meta það að við höfum nákvæmlega sömu öryggishagsmuni og Eystrasaltslöndin og Georgía og lönd sem hafa landamæri að Rússlandi? Er það þannig? Að við eigum bara að útvista öryggisstefnu og utanríkisstefnu okkar til þessara landa? Ég held að það sé bara glabræði. Er það þannig að Rússland sé sérstakur óvinur íslenska ríkisins? Ég kannast ekki við Sovétríkin viðurkenndi sjálfstæði Íslands, Sovétríkin studdu Íslendinga, við seldu vörur þangað út, fisk og lagmeti og alls konar. Rússar voru til að styðja okkur eftir hrunið 2008 þegar Norðurlöndin og Bandaríkin voru ekki tilbúin og ég bara næði ekki akkur að það orðið bara grundvallaratriði öryggishagsmunum Íslendinga að við lokum sendiráðinu og helst efnu til stríðs þannig að Rússar munu líta okkur sem andstæðing sinn bara næstu áratugina. Ég bara næði þess ekki. Og akkur það gerist án umræðu. Og svo eitt sem aldrei talað hvort að það sé virkilega vilji almennings í Evrópu að flæða allt með vopnum, að fara í vopn í stöðugum straumi inn á átakasvæði og við skulum gefa okkur það að annarkvort þessu stríði ljúki eða að ógæfan verði meiri og þetta haldi áfram en að það verði auðvitað svona blowback effekt tilbaka inn í Evrópu því að það gerist líka og það eins og Við sáum það í Evrópukosningunum. Já, við sáum það í Evrópukosningunum. Við sjáum líka að þegar að stríður látin ganga endalaust á landsvæðum þá hefur það bara skelfileg áhrif. Það grefur undan öllu borgaralegu samfélagi. Það fara vopnaðir hópar. Það er sífellt stærri hópur fólk sem hefur þjálfun í hernaði og aðganga vopnum og er það þetta sem að fólk sér fyrir sér sem góða og uppbyggilega framtíð fyrir Evrópu. Þetta er óskiljanlegt fyrir mér og það er óskiljanlegt að eitthvað sem að áður var raunverulegt eins og löngunin til einhvers konar diplomasíu, löngunin einmitt til þess að draga úr átökum og vinna að friði, skilningurinn á því að það er sjaldnast þannig að annar aðilinn vinnur einhvern fullnaðar sigur. Það þarf að setla hluti með samningum og einhverjir þurfa að sætta sig við eitthvað og aðrir þurfa að gefa eftir og svo framvegis. Ekkert svona má einu sinni ræða lengur ef að fólk leyfir sér að halda þeirri skoðun fram að það einmitt aðhyllist friðsamari stefnu að það sé því sé brugðið yfir hernaðarhyggju og það sé á móti stöðugum vopnasendingum og sífellt meiri fjármunum í vopn. Þá er það einhvern veginn tekið til marks það að fólk sé búið að segja sig úr siðuðu samfélagi. Það verður allt snúist á haus. Er samstæðum þetta inn í Sjálfstæðisflokknum? Þið farið nú með þessi mál? Nei, ég veit að ég hef nú ekki verið þar inni núna í 3 ár sko. Ég veit ekki hvað er að gerast í þingflokknum en ég var bara rifið upp í hugan og svona sögu Evrópu sko. Eitt samfellt stríð meir og minna sko. Og snýrist þeir alltaf það sko. Bismarck reyndi upphæða að draga landamæri bara eftir sko tung og menningu þess að stoppa stríðin sko. En þau snúast alltaf það. Þau snúast alltaf þetta snýst Rússa sem búið í Úkraínu ekki. Balkanstríð var þetta bara sikkvort af þjóðirnar búið að tróða því eina þjóð. Þeir stríð snúast alltaf þetta, virðist vera. Já, og þetta er alltaf eilíf stríð í allir Evrópu. Ég hugsa með, eru Bandaríkjamenn ekki orðið bara þreyttir og að vera alltaf að fjármagna þessi stríð og Bandaríkjamenn verður aldrei þreyttir. Þeir hafa hagsmuni. Þeir hafa hagsmunir að kljúfa milli Rússlands og Evrópu. Já, ok, ég meina þau þurfa ekkert að snúast það. Við hefum alltaf dæmi stór og mikil ríki sem hafa verið alþjóðleg eða fjölþjóðleg. Þú sé ég tala nú Rómaríki eða Habsborgarana eða hvað sem er. Ottomanveldið. Þannig að þessi hugmynd þjóðernið og það sem Bismarck er að gera hefur líka orðið kveikja á stríðum. Já, það virðist alltaf að endingu gera þannig að ólík menning og ólíkt fólk best. En Brynja ekkert að segja það að eins og stundum er gert. Þetta hefur alltaf verið svona og þess vegna hefur ekki að gera neitt. Nei, ég er ekki að segja það. Ég held að þurfi bara einhvern veginn að reyna að binda einhvern enda á þetta. Við getum ekki alltaf haft þetta svona. Ég meina, ég var að rifja Kosovo sko, sem var hluti af Serbíu. Þar bjuggu bara Kosovo-albanarnir ekki. Og endan bara gerðum með það sjálfstæðu ríki. Þú vilt gera austurhluta Úkraínu sjálfstæðu ríki? Nei, ég meina, ef það eru bara rússar þar? Það er mest rússar. Já. Nei, ég meina, snýst ekki stríðum það? Það er líka 45% rússa í Litáen.
Hvað það gera við þá? Já, ég meina þetta vandamáli þegar verið að flytja svona mitt. En hérna... Mér finnst mjög erfitt að tala svona því að stríð alltaf stríðum frásöglinga og maður svo vannmáttugur gagnvart þessu en ég meina í stóra samíkinu þá lifum við náttúrulega í heimi þar sem eru 3 ill heimsveldi og við erum hérna lítið trjákurl í þessu hafi. Svo komum því eftir að. Já. Hver eru 3 illu heimsveldi? Já, það fyrsta lagi ríki hræsninnar, Bandaríkin, sem sannarlega illt heimsveldi sem hefur gert fullt af illum hlutum þó það tali fallega. Svo það leiktjallalýðræðið í Rússlandi sem orðið illt heimsveldi líka. Rússar eru náttúrulega ekki heimsveldi. Já, ekki lengur eftir að Sovétríkin þeir líta á sig sem heimsveldi. Kjarnorkuveldi sem við erum að við skulum kalla það þó veldi. Við erum að safna upp í stríð gegn kjarnorkuveldi. Og þriðja ríki eru þetta Kína. Hvernig getur Kína verið illt heimsveldi? Það er stofnanavædd kúgun þar að borgunum. Já, í fyrsta lagi er náttúrulega Kína ekki heimsveldi og ef þú hugsar tilbaka síðustu áratugi þá sérðu það að Kínverjar hafa ekki farið með hernaði á hendur neinum, heldur einmitt reyna að fara þessa leið viðskipta, leið diplomasíu, leið þess að byggja upp einhvers konar menningar, tengsl og svo framvegis og á þessu tímabili og ég veit að hér það verður að tala varlega því að þá tíðkast Íslanda að kanselera fólki fyrir það að vera ekki að þakka skoðanir sínar og ekki tættilegur í Íslandin að fremja pólitíska hugsunarglæpi en að meðan að Kínverjar hafa verið að þessu þá hafa þeir lyft upp risastórum hópi úr fátækt þannig að þeir hafa náttúrulega gert margt og á meðan þeir voru þessu þá hefur þeim tekist að fara ekki í stríð. Já, það er alveg rétt. Þeir hafa ekki að haga sér þessi aggressíft. Heimsveldi er Jú, því ég kalla þá illa hvernig þeir koma fram við sína eigin þegna og þeir halda upp í Norður-Kóreu og Myanmar. Þetta eru allt lítil vasaríki þeirra sem væri bara til út af stuðningi þeirra. Alveg eins og Ísrael er til út af stuðningi Bandaríkjanna. Hvað ætlar að gera við Norður-Kóreu? Finnst þér betra að Bandaríkjamenn fengi að frelsa Norður-Kóreu búa með sprengjuregni? Nei, ég meina það er ekki smá kúgunaríki. Ég meina við erum að tala um, og mér langar bara að bæta þessu við að þú veist að þegar við erum að tala um landvarnir Íslands, pólitík Íslendinga hefur þetta verið að berjast fyrir mannréttindum og gildi alþjóðlega og það er sjálfsbjörga viðleitni að því að við erum fullkomlega varnarlaus. Við myndum aldrei ráða við fasistarhreyfingu í Noregi sem þau taka. Við stuttum innrásin í Írak, við stuttum loftarins og Líbíu. Við stuttum engin alþjóðalög nema þegar það henda Bandaríkjunum. En sko, ég er að segja það, við ættum ekki að gera það bara þegar henda Bandaríkjunum. Við ættum að standa við prinsipinn og gera okkur það ljóst að stundum kosta það fórnir. Alveg eins og aðrar þjóðir eyða í landvarnir fullt af þjóðarframleiðslu, þá verðum við sem lítið dvergur að standa við prinsipun okkar að því til lengri tíma er þetta það eina sem getur hugsanlega bjargað okkur. Það besta fyrir Íslands samfélag og það besta fyrir varnir Íslands er að vinna á alþjóðavettvangi að friði. Að vinna að diplomasi og alþjóðavettvangi, það er það besta fyrir lönd eins og Ísland, fyrir lítið lönd sem vilja ekki vera með hér. En við þurfum líka að hætta þeirri sjúku blekkingu sem að fólk virðist vera tilbúið til að taka þátt í, að við séum raunverulega herlaust land. Við erum í NATO sem gerir það verkum að við þurfum ekki að vera her vegna þess að ef að hingað berst stríð þá er það skylda NATO-ríkja sem að hafa heri að taka þátt í okkar vörnum. Það er ekki beint skylda, þau verða að skilgreina það hvert fyrir sig. En þau munu gera það og það er ástæðan fyrir að við komumst upp með það að vera ekki með her og þetta tal það við séum herlaust land eins og það sé partur af einhverju friðar hugmynd okkar og friðargildum er náttúrulega komið á eitthvað þannig hræsnislevel að það er bara varla hægt að tala það vegna þess eins og hér var réttilega bent á. Þegar að Bandaríkin eða önnur vesturveldi senda kröfu á okkur að taka þátt í hverju þeirri dellu sem að þeim dettur til hugar, þá gerum við það, því miður. En við megum ekki láta hræsni að hinna, gera okkur sjálfa að hræsni. Já, við erum hræsni. Og þess vegna eigum við ekki að láta hræsni mótsaðina. Þetta er svo í kaldastríðinu. Menn voru alveg endalaust að afsaka Bandaríkjamenn allstaðar og benda á Sovétmenn. Og svo voru vinstri menn að segja neini og þeir voru að benda öfugt. Og alltaf að verja stóra risan sem þeir skilgreindu sig í fylkingu með. Já, við verðum að horfa kalt á þetta og segja þetta er illt heimsveldi, það er kannski ekki aggressíft en það er öðruvísi illt. Ég meina okkar stóri stuðningsmaður
hann sko fullkomlega illt heimsveldi, hefur bara trakkar ekkert fyrir það. En hvað erum við? Ef við erum í utanríkismálum ekkert annað leppríki Bandaríkjanna og Bandaríkjanna eru illt heimsveldi, hvað erum við þá? Já, við erum leppríki í heimsveldis. Það er það sem ég er að segja. Við erum þetta bara að meta hagsmunir okkar og hagsmunir okkar við metum og þannig að það borgar sig að vera í NATO. Það er ekkert flóknar en það í sjálfum sér sko. Nei, sko, ef það fer þannig að Trump verið kosið forseti Bandaríkjanna, að haldið í alvöru að hann eigi bara eftir að leysa þetta upp, slíta bara tengslið við Evrópu og Nei, ég bara er ekki viss að menn leyfa honum það þó hann sé forseti. Ég held að Bandaríkin sé á leiðinni þangað og það sé óhjákvæmilegt á svona næstu 30-40 ára. Já, ég er sammála því að honum verður auðvitað ekki leyft að gera það og menn í Bandaríkjunum annars þar hafa náttúrulega haft sérstaklega leiðir til þess að leysa vanda sem fólkin er í því að hafa æðsta ráðamann sem ekki tilbúin til þess að gera það sem að þeir sem raunverulega fara með völdin vilja sé gert. Þannig að það er auðvitað hægt að fara einhverjar slíkar leiðir en svo er ég líka sammála því að auðvitað munu næstu áratugir færa veröldina á verri stað, varðandi bara flest, varðandi umhverfismál, varðandi stríðsátök, varðandi afleiðingar þess að flæða heiminn með vopnum, varðandi afleiðingar þess að halda stórum hluta mannkyns í sárafátækt og hryllingi og svo framvegis, auðvitað mun koma einhvers konar skuldadögum og þeir eru náttúrulega að gerast í kringum okkur með mismunandi hraða og mismunandi stöðum. Þannig að, já, það er bara þannig. En mér langar aðeins að segja eitt viðbótar hið illa heimsveldi Kína sem að mér finnst svo skringilegt að tala þetta. Vegna þess að hvernig getur að horta á risastóra þjóð sem að fer einmitt ekki með hernaði á hendur öðrum, sem að virðist einmitt hafa vilja til þess að byggja upp lífsgæði innan þjóðríkisins. Þú veist, hvernig er hægt að sjá það sem illt heimsveldi? Já, ég er náttúrulega ekki að tala um þjóðina, ég er að tala um stjórnvöld. Ég er ekki að tala um stjórnvöldina byggja fyrir fólk. Þarna er brúnt fólk sem að hefur núna áratugum saman tekist að láta einmitt ekki sprengja sig til hlýðni og hefur á sama tíma tekist að sprengja ekki aðra til hlýðni og hefur á sama tíma tekist upp að byggja upp lífskjör. Það er massív skoðanakúgun, það er massívar ofsóknir og heilaþotur, ógnarstjórn, gagnvart minnihlutahópum og úrgum og öðrum. Munið hvernig falungongararnir voru teknir. Ég meina þetta er bara við þurfum ekki, það er sko þeir nota samfélagsmiðla til þess að temja fólk og skilir það fólk. Ég meina ok, það er þá illt heimsveldi sem er að gera það. Af hverju er þetta að verja það illa því það eru ykkur aðrir illir? Getum við ekki bara samþykkt að það eru alls konar illt völd? Ég er ekki sammála því að Kína sé illt heimsveldi. Mér finnst ekki að við eigum að tala svona hluti sem að uppfylla ekki þau skilyrði sem við myndum mögulega að sitja ef við ætlum að fara að kategoræsa veröldina með þessum hættin. Stofnanavætt kúr, sko það er stofnanavætt kúr. Brynjar vill öðru að tala um NATO, hann segir auðvitað að vera í NATO. Sko NATO í dag, að því að við verðum náttúrulega að temja okkur að því að breyttur heimur. Og það er ekki einspóla heimur eins og var í 30 ár og það eru við að ræða hér að það sé að Kína er eitthvað mótvægi og hvað þýðir það. Eigum við að líta á það eins og Bandaríkjamenn að það sé eitthvað ógn sem er að vaxa, ógnar Kína okkur. Ég er ekki alveg vissu það. Telja það og eigum við þá bara að fara að trúa því að þessi eitthvað rosalega rauð ógn frá Kína. Ég er ekki vissu það. En sko NATO hefur breyst gríðarlega á síðustu svona 25 árum. Maður er ekki orðin 36 ríki NATO eða eitthvað. Og þar eru alveg ótrúlega ólíkir öryggishagsmunir. Það er ekki svo langt síðan að þetta var bara Bandaríkin og svo Vestur-Evrópa. En núna eru þarna lönd sem að hafa verið með landamæri við Rússland og bara sögulega líta á Rússland sem bara stæðstu ógnina við sig, bara tilvistarleg öryggisógn eins og sagt er. Og þar er fólk sem er bara í æðstu metorðum og talar þannig inn í NATO að það verði engin friður hjá þeim, við erum ekki róleg hér fyrir að það verði búið að brjóta upp Rússland. Það er markmið þeirra. Þetta er ekki beint hagsmunir kannski okkar eða hollendinga eða Íra eða Möltumenn sem er ekki svona í NATO sko, sjá enga ástæð til þess að vera þann inni. Þannig að hugmyndinu það að við séum höfum sameiginlega öryggishagsmuni sem er í NATO, ég held að sá tími sé bara einfaldlega liðin og við verum að fara átt okkur á því að við ætlum bara að elta NATO. Hvað er NATO ætlum við að elta? Ætlum við að elta NATO, Eystrasaltsríkjanna, Póllands og akkur er við þannig í Úkraínu því að Úkraína á að vera hluta NATO. Og svo ertu með Bandaríkjamenn sem að
segja bara, Evrópa auðvitað bara fallandi sko fyrirbrigði, það stöðnun, efnasti stöðnun þeir eru hættir að fá auðlindina frá Rússlandi, það mun grafast undan þeim og Evrópa að fara upp í pólitíska upplausn og eitthvað fleira, við teljum okkar hagsmuni séu miklu mikilvægir að verja þá í Persaflónu, þeim tekst það ekki, og eitthvað Kína eitthvað svoleiðis. Þannig að Bandaríkjamenn munu missa áhugann á Evrópu, þannig að ég held að við verðum að fara að hugsa það, hvernig ætlum við að verja öryggishagsmuni okkar í breyttum heimi, en ekki út frá okkur svona klísjum það NATO sé eins og NATO sé að verja gildi okkar, hver á að trúa þessu rugli? Þetta alveg fín ræða sko. Og en við í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins. Já, þú getur alveg gert það því að sko en staðan bara samt þannig að menn hafa metið að þannig allavega hingað til að það sé mikið öryggismál fyrir okkur að vera í NATO og að þessi lýðræðisríki standi saman. Það er bara þið sem hafa metið því. Það eru flokkar bara útvist á utanríkisstefnunni til ykkar. Já, gott og vel. Hvernig sem það er. Eru Framsóknarflokkur með utanríkisstefnu? Hvaða stefnu hefur Framsóknarflokkur? Er Viðreisn með utanríkisstefnu? Nei. Er Samfylkingin með utanríkisstefnu? Nei, en við höfum allan að tala það mjög lengi og ég meina meira að segja alþjóðaflokkurinn gamli og allir þessi flokkar gerðu það. Og ekki þar með sagt að við séum alltaf ánægð allt sem NATO gerir. En við teljum svo mikilvægt að þessi lýðræðisríki standi saman að því ógnin stærri einhvers staðar annars staðar. Svo getur þetta heimurinn breyst, Gunnar Smári, sko. Hann að breytast. Já, og við getum alltaf þetta endurskoðað á hverjum tíma, en eins og staðan hefur verið núna, allan ennþá, þá eru menn þessara skoðunar. Hvernig sem menn? Það er rangt að Samfylkingin og Viðreisn séu ekki með ég segi útvistinni bara til valda. Ég menn þau eru bara sammála. Það er betra að segja það. Það er það sem þau eru bara sammála. Þau eru sammála um það. Engin umræðum utanríkismál í Samfylkingunni eða Framsókn. Það bara þarf ekki. Þeir eru útvist þetta bara til þeirra. Að stjórnmálastefnan almennt er bara nákvæmlega sammála um þessa afstöðu. Til hvers að vera að taka debatt eitthvað ef að þú ert á endanum sammála. Það er ekki tilnefnst. Þið áttu eitthvað á því að alltaf á endanum snýst allt hagsmuni þjóða. Og þið sjáu það í hruninu. Við áttum enga vini þá. Og þetta er allt hagsmunir. Ég er sammála því að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu snýst allt innan þjóðríkisins, snýst hagsmuni þjóðríkisins og af því leiðir að það er betra og réttara og hagsmunalegra, skynsamlegra fyrir Ísland að skoða hlutina með öðrum hætti en íslensk stjórnmálastétt gerir þessar myndir. Þannig að það er óþarfi. Það er hagsmunir okkar að taka ekki af fullum krafti þátt í þessu vitleysu og við þurfum ekki að gera það. Það er hægt að meðhöndla þetta með öðrum hætti og það eru hagsmunir okkar. Líka ef við ætlum að hugsa þetta svona kalt eins og þið látið eins og þið viljið hugsa það, þá eru það einmitt hagsmunir okkar. Já, við teljum bara margt í sögunni gefa okkur ásætt að hagsmunir okkar séu best borgið með að vera inni. Menn lesa þetta bara út frá sögunni. Það er náttúrulega augljóst, það er enginn á Íslandi að fara út úr NATO, ég held að 75% Íslendinga núna styðja aðild að NATO, þannig að það verður náttúrulega það er nokkuð augljóst, en jafnvel þó við föllumst á að það sé ástand sem ekki verði breytt, þá er ekki þar með sagt að við þurfum að taka þátt í því að verða eins og verst og klikkuðustu stríðshaukarnir. Þú veist, það bara fylgist ekkit endilega að. Nei, en við erum það heldur ekki. Jú, við erum að gera það núna. Jú, við höfum verið það á síðustu árum og áratugum því miður. Herri, þetta var tilraun mín til að tala forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega sá hluti sem kannski skiptir okkur mestamáli. Já, ég veit. Skiptir okkur máli hver þarna. Þetta var ekkit ónýtt umræð. Ég mátti ekki miskilja mig þannig. Heldur ég að spyrja svona óttist til dæmis að Trump sigri. Er ógn á hann? Ógn af Ameríku. Ameríka akkurat núna stendur fyrir og við heldur aktífu þjóðarmorði. Þannig að ég held að allir séu núna á þeim stað að horfa til kosningarna í Bandaríkjunum að hugsa inn í sér bara eitthvað. Við munum fylgjast með þessu sjálfsögðu. Hvorugur þessara manna mun stoppa þjóðarmorð? Auðvitað er það þannig að þegar maður hugsa, þetta er svona eiginlega meira þannig, pælið í því ef Trump getur aftur orðið forseti, hvað segir það okkur nútímann og Bandaríkin og svo framvegis. En það getur enginn horft á Biden og demokrataflokkin og logið í lengur að sjálfum sér að þar fari eitthvað gott fólk. Það gerir það enginn lengur. Það getur það enginn lengur. Hvað myndir þú kjósa ef þú hefði kosningarétt í Bandaríkjunum? Trump eða Biden? Ég myndi kjósa Biden. Já. Eini sjálfstæðismaður sem myndi kjósa. Nei, come on. En vísu, helst myndi kjósa hvoru var, sko. Nokkin myndi kjósa Trump? Nei. Jú.
Reykjavíkurbréfið, sá sem skrifar Reykjavíkurbréfið. Já, hann ekki bara að stríða eitthvað kjósa Farage. Nei, þetta eru lofgjörðir Trump í hverju. Já, nei, ég menna sko, þú ekki að spyrja Benna því að hann vil vera svo mikið á móti, hann myndi segjast alltaf kjósa Trump. Það ekkit gott að hafa svona menn, sko, í æðstu embættum, og ég bara skil ekki af hverju 350 milljónum þjóð sem hefur sko alls konar hæfileika innanborðs að við séum að fólki sé að kjósa þessa tvo. Það er oft þegar bandarískt samfélagi bara rotnaða innan vegna þess að þversagnir kapitalismans blöndu með rasisma og bleitant hernaðar og heimsvaldahyggju hafa gert það að verkum að samfélagið er orðið klikkað. Þú sagðir 350 milljónir bandaríkjamanna. 120 milljónir manna er á flótta í dag. Þetta er eins og allir íbúar Bretlands og Spánar til samans sem eru á flótta. Meðal annars vegna þess að Vesturveldin hafi síðustu áratugi gert allt til þess að gera ógefi heimsins verri. Já, og loftslagsbreytingar. Umræðan fer alltaf svolítið út allt. En það sem ég hef áhyggjur af með sko Bandaríkin, þetta öfluga heimsveldi. Og hefur auðvitað gert mér gott. Mér finnst eins og þessi þjóð sé bara klofin í herðar niður núna. Og mun klofna hvernig sem kostningarnar fara. Já, og maður svona hefur byrjuð, hvað gerist þá? Margklofin. Mér langar bara ekkert að tala Bandaríkjum, við eigum að hætta að tala það, við eigum að snúa okkur undan. Nei, við þurfum að gera afstöðu okkar gagnvart Bandaríkjunum og þegar fólk segir Bandaríkin hafi gert margt gott, það er að hugsa. Bandaríkin eru byggð upp á þjóðarmorði á fólkinu sem bjóða þarna. Bandaríkin eru svo til viðbúðar byggð upp á þrælahaldi í mjög langan tíma sem að byggði upp gríðarlega auðæfi sem að ennþá landið hvílir á. Svo hafa Bandaríkin kastað 2 kjarnorkusprengjum. Bandaríkin hafa leitt sko hræðileg stríð yfir brúnt fólk allstaðar í heiminum og eru bara ennþá að gera það. Þannig að þegar fólk segir að margt gott hafi komið frá Bandaríkjunum, þá þurfum við líka að segja, hvað erum við þá að tala? Við getum sagt tólsporakerfi og svo auðvitað fullt af frábærlega gáfuðu framsæknu fólki sem að vegna þess að það bjó inn í samfélagi þar sem það sá fyrir framan augun á sér misrétti og kúgun og rasisma og hrylling, reis upp og barðist gegn því og hjálpaði okkur annars staðar á Vesturlöndum og annars staðar í heiminum í að skilja og sjá vandan við kúgunina, rasisman og kapitalisman. Þannig að já, að sjálfsögðu höfum við haft stórkostlega hluti frá gáfuðu og vel meinandi fólki sem að þarna hefur búið, en Bandaríkin einmitt sem heimsveldi hafa ekkert gert nema að leiða hrylling, morð og ógefu yfir blá saklausa alþýðu í þessari veröld. Þú ert bara að lýsa mannskepninu frá öru og alda. Nei, það er svo sannarlega ekki því mannskepninu frá öru og alda átti til dæmis ekki kjarnorkusprengju sem hún hendi í aðra. Þetta er þín sáttur í jætt og minn. Má ég taka samband við Trump? Af því að fyrir kannski 10 árum eða ég veit ekki, 20 árum að þá hefði líklega sjálfstæðismenn flestir kosið í Repúblíkanaflokkinn. Og ég meina sjálfstæðismenn fóru alltaf í hópferð á landsþing Repúblíkana. Ég held að einhvern tímann sá ég mynd af Bjarna Ben og einhverjum fleirum sem voru á svona fundi, það sem væri að fagna. Og ég slóksins í Bretlandi. En síðan kemst Trump til valda og hann einhvern veginn næra bara breyta hægrinu í Bandaríkjunum, sem kannski svona innan gæsalöpa, hvað þannig það. Síðan erum við að sjá þetta gerast eiginlega út allt og við munum sjá þetta gerast núna í Bretlandi þar sem að niðurstaða kosningarnar verður svo að forystumaður hægrisins í Bretlandi verður Nigel Farage, forystumaður hægrisins í Frakklandi er Le Pen, forystumaður hægrisins á Ítalíu er Meloni, forystumaður hægrisins í Brasilíu er ennþá Bolsonaro, forystumaður hægrisins í Argentínu er Milei. Þannig að það að vera þetta gamla hægri sem að þú lærður í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins, að það raunverulega, ef það ætlar að taka þátt í pólitík framtíðarinnar, að þá verður það að beygja sig undir forystu svona manna. Og þetta bara þú ert að líklega leiðin í miðflokki til Sigmundar Davíðs? Nei, ég fer aldrei á Sjálfstæðisflokksins. Nei, ég meina, ég hef engar áhyggjur einhverju Milei, Le Pen eða Meloni, sko. Ég hef áhyggjur á Trump, sko. Nei, ég meina, sko, flestir þessir flokkar sem menn kalla hægri flokkar, öfgahægri flokkar, þeir nú margt, sko, félagshyggjuflokkar sem þeirra, þeir eru þjóðernissinnaðri heldur en kannski hefur verið. Það eini munun á, þetta er ekki mikið hægri flokkar
í þeirri skilgrein sem ég hef hægri flokka, svona einhver frjálshyggja. Það af því þú getur ekki lengur boðið fram í kosningum og sagst aðhyllast nýfrjálshyggjuna vegna þess að þá verða bara allir grænir fram á gubba. Ekki nýfrjálshyggja, ég meina, við erum bara að tala frelsi og... Nei, við erum bara að tala nákvæmlega það. Hvað er þetta nýfrjálshyggja? Ég heyri þetta oft hérna. Það svo stefna sem hefur verið líði í efnahagsmálum á Vesturlöndum mikið framför í efnahagsmálum á Vesturlöndum og fátækt minnkar. Þessir flokkar í bland við þjóðernishyggjuna eru einmitt með það sem þú kallaði hvað félagshyggju, með það að reka ekonomiska stefnu sem gengur ekki út á það að gera lífskjör alþýðu fólks, verka fólks verri, sem að gera til dæmis út á það að takast á við húsnæðisvandan og svo framvegis, sem er það sem að nýfrjálshyggjan vildi ekki gera og gróf undan. Eini möguleiki fyrir verkafólk og alþýðu fólks að blómstra einhvern möguleika þetta bara frjáls markaður og kapitalismi sem þú kallar. Þetta eiga menn bara erfitt með að skilja. Erfitt með að skilja, já, kjósendur munu eiga með erfitt með að skilja. Ég meina, kjósendur eru alveg hættir að kjósa róttaka veislulúka. Við með fótbolti, við þurfum alltaf dómar á vellinum, þú veist. Hvað myndi gerast við fótboltan ef við tækjum dómar á vellinum? Þú veist, það náttúrulega getur ekki verið það getur náttúrulega bara ekki verið. Ég bara neita að trúa því að maður sem að tilheyrir einhvers konar framvarðarsveit hægrisins á Íslandi láti sem að hann sé ekki að fylgjast með því sem er að gerast í Evrópu og láti eins og hann sé ekki búin að lesa viðtöl eða greinar þar sem að þetta er greint vegna þess að þetta er augljóst og þetta er ekki bara að gerast á hægri vægnum, þetta er náttúrulega líka að gerast á vinstri vægnum í Þýskalandi og víðar þar sem að fólk er að átta sig á því ef það ætlar að eiga einhver tækifæri á því að komast til valda og stýra ef það ætlar að eiga einhver tækifæri á því að láta alþýðu fólk almenning kjósa sig þá þarf það að bjóða fólki upp á efnahagslega pólitíu sem gengur ekki út á það að reka kauphallir og gefa einhverjum trjákullstrengjum peninga heldur gengur út á það að viðhalda velferðarkerfinu, byggja hús og tryggja fólki vinnu. Hvernig verður velferðarkerfinu? Það er vegna einhver tekur sér til og næra að selja einhverjum öðrum einhverja framleiðslu. Þannig verður það til, það er ekki bara einhver pólitísk ákvörðun. Ef við gætum farið á stað þar sem við gætum verið með einhvers konar svona sósíaldemokratist gamaldags balans þarna á milli, ég held að langflesti myndu segja já, bara let's do that. En Brynjar, þetta var alveg spurning af mér. Það sem að þú vilt ekki þekkja sem er nýfrjálshyggjan, það er efnahagsstefna sem hefur verið rekin á Vesturlöndum síðan 1980. Hún hrundi 2008. Svarið við henni virðist vera þannig að hægra megin þá mæta þessi flokkar sem þú ert að benda á réttilega að leggja miklu meiri áherslu á uppbyggingu félagslegt kerfis og eitthvað fleira þar sem að bæta það sem nýfrjálshyggjan hafði skaðað Ég er ekki að spyrja þína skoðun. Ég er að reyna að lesa heldur Sjálfstæðisflokkurinn sé núna bara með 18%. Það er því hann er bara tvíklofinn, Nei, það er bara fólk vil ekki lengur kjósa yfir sig í trjákulsmenn. En af hverju heldur það að VG sé komið þá undir 3%? Út af því að þeir eru búin að vera að hjálpa þessu. Út af hverju? Út af því að fólk hélt að væri að kjósa. Það ekki bara í okkur að því að við erum búin að vera með VG. Velferðarkerfi, frið, húsnæði. Við trjákulsmenn erum hreyfiafl samfélagsins. Gleymum því ekki. Ég er bara að segja að ef það er ekki einhver dýnamík og einhver frelsi í viðskiptum þá verður engin verðmætasköpun. Og verðmætasköpun hefur bara verið mjög góð hér síðasta áratuginn. Við höfum vaðið upp félagsþjónustu, allt hefur batnað til mikill að muna, kjör manna hafa batnað, alþýðu ekki síst. Brynjar, ég er ekki að spyrja þína skoðanir. Ég er bara að segja mína skoðanir. Ég er að leggja mat á það. Heldur þú að kjör alþýðuna er batnað við það að leysa upp þjóðríki og senda risastóra hópa af fátæku verkafólki til þess að eltast við láglaunastörf hægri vinstri? Hvernig gæti maður einu svona reynt að ljúga þessu að saman sér? Hann er að gammalskólanum. Hann er að aðhyllast nýfrjálshyggjuna, hann er að segja að nýfrjálshyggjan hafi ekki gert neitt nema að bæta kjör fólks og þetta er meðal annars arfleið nýfrjálshyggjunnar. Það er þetta, að leysa upp landamæri, sita verkafólk í fjölmörgum löndum í þá stöðu að það sé gríðlegt atvinnuleysi hjá þeim og þau hafa ekki neitt annað að ræða heldur en að fara út allt til þess að reyna að finna vinnu og það gerir það svo að verkum að til dæmis eins og hér þá er ekki passað upp á það að tryggja innviðirnir okkar geti tekið á móti öllu þessu fólki og þá er ég ekki að tala um flóttafólki, ég er að tala um bara húsnæði fyrir fólk sem kemur hérna til þess að vinna. Þetta er arfleið nýfrjálshyggjunnar og þetta er ástæðan fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn er 18% og þetta er ástæðan fyrir því þú ert alveg út í móan. Nei, ég er sannlega ekki, þú ert ekki svo miklu móa þú heitir basically bara Brynjar afneitun og svo er það að gerast núna í Evrópu að alþýða
Birta sem að þú telur að hafi ekki séð neitt gera sem að hagur hennar hafi batnað. Ekki Evrópu síðustu 20 ár. Að hagurinn versnar, að börnin þeirra ekki séns á að komast í almennilega vinnu eða eignast sitt eigið húsnæði og gerir það sem auðvitað alþýðu fólk á endanum gerir, fer að reyna að finna einhvern sem að mögulega segir eitthvað sem eitthvað sem. Má ég spyrja þig og kannski Gunnar sálfræðilega spurningar? Ég er að koma spurningunum til Brynjars. Já, ég meina, viljið þið breyta heiminum með byltingu? Sjáu þið fyrir ykkur byltingu eða hagfærar umbætur gegnum lýðræðiskerfi? Ég vil hraðar umbætur gegnum lýðræðiskerfi. Hraðar umbætur, ekki byltingu. Ég bý í lýðræðisríki, ég frjáls borgari, ég berst innan lýðræðisins, ég bý hér og ég viðurkenni það stjórnskipulag sem við búum við og ég vil að lýðræði virki og ég vil að stjórnmálum virki og ég vil hraðar umbætur innan lýðræðiskerfisins. Hraði og lýðræði kannski falla ekki alltaf saman. Þá er eðli lýðræðisins að vera hratt, þannig virka kosningar. Ég með langar að bera þessa spurningu fram. Sko, það er verið efnahagstefna sem hefur verið rekin á Vesturlöndum frá svona 1980 til 2008. Síðan hún hrynur og það er flestum ljóst að það verður að finna einhverja breytingar, allavega er það afstæða að kjósa þetta. Sumir stjórnmálamenn segja að almenningu bara hefur ekki fatta hvað við erum að gera góða hluti, við þurfum bara að upplýsa það meira, gleymum bara því, það er bara eitthvað rugl. Það er flokkar sem að rísa upp, alveg rétti á Brynjari að sko vinstrinn hefur ekki náð að endurnýja sig, en það sem að gerist hægra megin og það er það sem ég er að spyrja þig er það að þeir flokkar sem alltaf halda óbreytti stefnu er í stórkostlugu tjóni. Við höfum breska IS-flokkin núna, ég skal ekki nefna 80% sjálfstæðisflokkin. Það er klassíska hægrið í Hollandi hvarf í síðustu kosningum. Það er horfið á Ítalíu. Það er í sko gólistarnir og þetta dóti kringum Macron er í alveg stórkostlugu tjóni í Frakklandi. Og það sem að rís upp í staðinn eru flokkar sem að þú segir að segja, þetta er ekki hægri flokkar að þeir vilja hafa sko velferðarkerfi en það vilja bara hafa velferðarkerfi fyrir innfædda eða lemmerklára en þeir hins vegar keyra á þjóðernishyggju. Þetta er síðan að leiða til bara fyrir augunum á okkur að við sjáum gamla hægrið sem að þú lærðir í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins er eiginlega hverfa og val hægriðsins er það að annarkvort deyjum við bara eða við eltum Gert Wilders, Nigel Farage, Le Pen, Trump, Milei, Bolsonaro og félaga. Það er eina leiðin okkar til valda. Ég er að spyrja það, hvaða leið ætlar þú að vilja? Já, sko, fyrsta lagi ætla að segja við, ég var aldrei í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins og ég var aldrei í Heimdalli og aldrei í Suð, sko, bara svo þeir sem komið á framfæri strax. Það sem ég er bara að segja, þessi flokkar í mínum huga eru ekki hægri flokkar út frá sko frjálshyggjunni. Nei, vegna þess að það er dautt, það vill ekki kjósa það. Nei, ég meina við erum bara við köllum við erum bara svona hófsamir hægri menn, leggjum áhuga frelsi í einstaklingsins, í atvinnulífinu og whatever, algjörlega öfgarlausir í sjálfum sér. Við trúum því að almenningur, hagsmunir almennings batni við þessar aðstæður. Þetta er bara mjög einföld pólitík. Svo er til alls konar ángar að þessu, alveg eins og vinstri þekki alls konar ánga. Þetta eru menn svona sem telja, jú, vilja hafa eitthvað frelsi í atvinnulífinu, en þeir eru kannski þjóðernis sinnaðir en við. En þeir eru ekki svona allir öfgafullir í því, sko. Og danski þjóðarflokkur, þú sér þetta allt. Það sem ég sýnist vera að gera, að róttæka vinstrið, er að verða svolítið undir. Róttæka vinstrið. Og af því að ég horfi til dæmis á núna, VG bara nánast göfu, ég get ekki séð að sósíalistaflokkurinn sé að taka það beint til sín. Og þá sem eru menn að gefast upp á þessari vinstri róttækni. Veistu hvaða flokkur fekk mesta fylgi í Danmörku til Evrópuþingsins? Já, það voru Sósíalíski þjóðarflokkur. Já, það var sósíalíski þjóðarflokkur. Systurflokkur VG. Já. En en ég meina það en þetta er alltaf gerjun. Og nú er IS-flokkurinn niður í þarna og svo getur hann verið upp eftir 5 ár, sko. Þetta er ekkert nýtt í þessu. Það mun aldrei í þessu aftur IS-flokkurinn. Það er ekkert nýtt í þessu. En núna verður það að fara ljúka þessu nema einhvern sé bara virkilega mál. Já, nei, ég ætla bara að minna á það er hann Jússan sem að vera á rekka nú landi, lítill drengur frá Palestínu sem er hörnunarsjúkdóm og að kærun nefnd útlendingamála ákvað að senda hann burt og fjölskyldans. Til að verja grunnviði í samfélagsins og ég hugsa stundum af hverju ég er að vera svo kristinn með árunum,
Ég veit að þið eru öll fermt hérna eða hvað, þegar við vorum fermt, kannski eru þið ekki fermtir hjá útlendingastofnunum, þar spurði maður presturinn okkur alltaf, sko, vilt þú gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Og svo kennir Jesú okkur allt þetta miskunnsama samverjan og segir okkur að við eigum að hegða okkur eins og hann og á þessum grunngildum erum við að auðvitað reisa öryrkjakerfi og velferðarkerfi og menntakerfi. Þetta svona undirliggjandi gildi og svo koma þessi mál sem alveg kristallast, að þú ert beinlínis með mann í vegarkantinum eða lítil börn og við erum með heila stofnanir sem fara á svig við alls konar sáttmála og jafnvel brjóta barnasáttmálan og þing sem býr til útlendingalög til þess að svona fasilera þetta allt saman. Og þá verður maður svo sorgmættur og þá hugsa maður stundum, þá pólariserast maður í höfðinu, þá verður til hugmyndunum við og hina, að við séum ekki raunverulega í samanliði. Þjóðríkið bara við. Það klofnar bara góða fólkið og vonda fólkið. Já. Þetta bara... Ég má aðeins skjóta inn að því að tala um vonda fólkið, að þá hefur hvað heitir þetta, svo textaskýrandi Sjálfstæðisflokksins, Hannes Hólmsteinn, farið einmitt höndu sínum þessa sögu miskunnsama samverjan, sem hann segir þessi saga það að fyrst labba þarna tákmyndir ríkis og kirkju frammi og gera ekki neitt, en síðan kemur miskunnsami samverjan, sem að gera þetta fyrir eigið fé. Þannig að þetta eiginlega saga, skilaboð Jesú til okkar, að við ekki að láta við formlegar samfélag okkar halda utan mannúðina, heldur eigum við einkavæða mannúðina. Mér langar að segja að ég aðhyllist mörg kristin gildi þráttur það að vera ekki fremd og fóru margra ára skeið í kirkju okkur einsta sunnudegi, en það rangt að velferðarkerfið okkar hafi verið byggt upp vegna kristinna gilda, það var byggt upp vegna baráttu verkafólks, kommunista og sósíalista og það var ástæð. Bara byggt upp að verðmætasköpun sem við búum til. Byggt upp vegna þess að vinnuaflið gat í öðlast nógu mikil völd til þess að ná samkomulagi við eignastéttina að hér skildi reka samfélag þar sem að vinnuaflinu væri haldið með það góðum lífskjörum að það þyrfti ekki að... Hvernig verða þau til? En það rétt hjá þér að það nefi verkalýðshreyfingarinnar sem byggir þetta allt upp, en hugmyndin samt atvinnulíf sem skapar þeir eru einstöku vöru sem ekki einu sinni trjákvöldsnillingarnir getur nokkru sinni fundið upp. Þeir munu bjarga heiminum. Heilbrigðiskerfið, það sem byggðu upp var almenn menntun, heilbrigðiskerfið. Já, hvernig getum við haft almenna menntun, hvernig getum við haft heilbrigðiskerfið? Með verðmætasköpun, engu öðru. Þú ert með nefa við borðið. Ég ætla að vera sammála honum með það. Það að sjálfsögðu verðmætasköpun sem að hvílir á. En það vinnuaflið sem að skapa verðmætin. Það hluti af verðmætasköpun. Það vinnuaflið sem að skapar verðmætin. Það verður engin verðmætasköpun án þess og þess vegna augljóslega á vald vinnuaflsins að vera í það minnsta jafn mikið á kapitalistana ef ekki meira. Og svona verkfallsnefa til þess að knýja ykkur andstæðingur að samningaborðinu og láta ykkur verða ljóst hvað í húfi hérna. Ég vil koma að þessu samningaborði og ég vil einmitt að við náum góðum, skynsamlegum og vísindalegum málamiðlum þarna. Halleluja. En það getur enginn haldið því fram að það sé gott og gagnlegt fyrir nokkurn einasta einstakling að leyfa fólki sem að viðurkennir ekki vísindi og vísindalega niðurstöður að stýra för þarna. Og svo bara frásögn hvað eru vísindi. Benedikt Erlingsson, Brynjar Níelsson og Sólveig Anna Jónsdóttir, þakka ykkur fyrir ykkar framlag hér. Nú verður örstutt hlé og við bræður sitjum eftir augnablik. Sátt ennið? Nei. Takk, þetta var hressandi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það
á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, herðu, þá eru gestir okkar farnir, Sigurjón, við setjum eftir. Það er náttúrulega eru tímamót í pólitíkinni, þingi verða að klárast. Já. Hvernig koma flokkarnir út úr þessu? Ég er nú vanur að fylgja svolítið með þessu, en ég verði nú að viðurkenna að ég setti nú frekar yfir á Rás 1 og horfði á fótboltann. Ég mér stórkostlegt að sjá umgjörðina, þetta er svona 70-90 manna velli, tróðfullir af fólki og stemning og gaman og þannig að ég er svona velþægilega frekar en hérna þeir eru náttúrulega, ríkisstjórnin er náttúrulega þríklofin og það sést á öllu. Já, hún er bara sátt við það. Hún er sátt við það. Já, það er svona lagareldið því var ítt til hliðar að þeir ná ekki samkomulagið það og samgönguáætlun Smári, henni er ítt líka, þeir geta ekki komið sér saman svona sjálfsagða hluti eins og ganga frá samgönguáætlun það er margir sem er undir hver áætlun Þeir meta bara að þið þurfið þess ekki Þeir meta að þið þurfið þess ekki Þið gátu það ekki Þeir bara þurfa þess ekki. Þeir geta alveg haldið áfram á þess að afgreiða samgönguáætlun. Nei, þeir þurfa að gera þetta en þeir bara geta ekki. Nei, það er einhverju áætlun í gangi sem nú fær Svandís eitthvað tækifæri til þess að koma með sína áætlun og það er kannski, þau meta bara þannig að Svandís tekur við innviðaráðuneytinu og það er samgönguáætlun sem að fyrri ráðherra hafði með sem er fjármálaráðherra núna sem að bindur hendur þá nýs innviðaráðherra út kjörtímabilið og langt fram í framtíðina og það er bara eðlilegt að nýr innviðaráðherra fái að setja sinn svip á samgönguáætlun og þá verður bara samgönguáætlun afgreidd næst og það er það var ekki út af þessum ástæðum sem þið frestuðinni held ég þeir náðu bara ekki í samkomulagi. Það er það sem að nýr innviðaráðherra vill leggja sínar áherslur þarna inn og það var ekki tilbúið, það var með lagareldið að það frumvarp kom þarna í mars og það var náttúrulega til að svara gríðarlegri gagnrýni á lagaumhverfi þessar atvinnugreinar sem að Ríkisendurskoðun og fleiri hafa bent á, hefur algjör stjórnleysi á þessu svæði og þeir koma með þetta frumvarp sem að flestu verður ljóst að það birtist að er bara meingallað. Það var náðist ekki neitt samkomlag milli flokkana það. Sjálfstæðisflokkurinn hafði beygt sig undir það að það væri þarna eitthvað svona sektir og eitthvað fleira gegn því að leyfunum yrðu úthlutað til eilífðarnóns sem að myndi þýða það að þeir sem að fengju leyfin gætu veðsetta svipað og fyrirtæki í sjávarútvegi geta veðsett kvótann og þar leiðandi sé meiri svona fjárhagsleg geta til þess að borga einhverja sektir, það munar ekkit það henda einhverjum sektum. Það kom í ljós að með að við hvernig forsætisframbjóðendur töluðu að það veri ólíklegt að óbreyttu kæmist það frumvarp ef það verið á lögum í gegnum Bessastaði og þar með þurfti að minnka það og það var verið að tala að fara með henni í 16 ár sem að þó held ég að myndi ekki breyta neinu að þeir sem að fengju leyfin myndu halda þeim til eilífðarnóns en það hins vegar veitir þeim ekki jafn mikinn fjárhagslegan ávinning og þá var Sjálfstæðisflokkurinn á móti því að sektirnar væru svona háar og þeir vildu lækka sektirnar og það var engin vilji til þessi á hinum flokkunum, þeir náðu ekki samkomulagi og þessum fresta. Já, venjulega nú ríkisstjórnin ná samkomulagi ef að þeir eru heilstæðar vinna saman. Þeir eru að vinna að einhverju sérstöku verkefni sem að þessi ríkisstjórn er ekki. Jú, þetta er stór mál. Nei, ég segi hún er ekki að með einhverja svona sameiginlega framtíðarsýn hvert á að fara með Íslands samfélag. Nei, nú erum að taka til bara nokkur mál eins og stórmál eins og þetta. Ég las grein eftir konu á Patreksfirði sem hafði verið þar í sveitarstjórn og hún var að lýsa byltingunni sem varð á Patreksfirði Eftir að Kvóti fór? Nei, Kvóti er ekki tværið það. Já, stórleiti. Nei, það er blómlegt fyrirtæki. Já, það er eftir að fór ekki allur, en það fór á hausinn líka allt sem er sambandið átti þarna, fór á hausinn. Já, þeir eru með burðugt sjávarútvegsfyrirtæki. Já, en það er ekki eins og var áður.
Þetta er eitt af þessu svæðum sem að tapaði hérna í kvótanum. Já, en það var slæmt atvinnuástand og fólk var að fara. Það getur ekki borið saman sjávarútveginn til dæmis á Patreksfirði eins og Þingeyri og Flateyri. Það er virkur sjávarútvegur á Patreksfirði. Bæði Bíldudalur og Tálknafjörður hafa fengið högg út á kvótakerfinu. Já. Og svo þegar það gerist, þá kemur einhver í bæinn og kemur einhver að vinnu og þá náttúrulega tala fólk um... Já, ég er að segja það koma sjónarmiðin, sko, breytingarnar sem hafa orðið eftir að fiskeldi kom og það er alltaf fara að byggja hús og eitthvað svona og þá vil þetta fólk verja að þá hefur verið að sko óbeina fjárhagslega hagsmunaði að samfélagi verður auðugra af peningum og kemur fleira fólk og verður meira gaman að lifa þarna. Þannig eðlilega er þetta og ég held að þetta sé til dæmis Teitur Björn Einarsson, Flateyringur, Sjálfstæðisflokki. Ég held að sko hann sé á þessari línu eins og þessi kona sem á Patreksfirði skrifaði grein um þýðingu þessa. Já, hann er bara í Sjálfstæðisflokknum, hann vill að allir sem að telja sig geta grætt á fiskeldi með að gera það hvað sem er. Já, ég er að segja það að vegna þessa miklu hagsmuna íbúana að þá verður átökum þetta mál. Já. Þau eru jafnvel tilbúin til að segja þetta til eilíða núns bara að því að sko, þetta skiptir byggðarlög svo miklu máli. Byggðarlög sem voru bara í dróma bara, en núna líf og fjör. Sko. En við getum ekki alveg sko, stýrt samfélaginu þannig. Við veist að svolítið sláandi. Það sem verður að takast á, ég er að segja það. Ég ætla að taka það dæmi. Ég var ekkert að ferðast í Vopnafirði. Og fer ég bara sest á kaffihús og eins og gerist. Fyrir bara að tala við fólk þar. Það var þau mistuð allt frá sér. Það var stór hluti á útgerðinni hafði verið í félagslegri eigu, bæði í sambandið og svo var líka eins og oft það voru svona félagsleg fyrirtæki annars konar. En þeir mistu þetta allt saman frá sér og engi kvóti lengur í Vopnafirði. Svo kemur Grandi sem hét síðan Brim og er með einhverja vinnslu þarna. Og þá talar fólki á Brim, eins og Brim hafi komið bara með sólina til Patreksfjarðar. En það var ekki í sögunni það að einu sinni átti fólkið á Patreksfirði. Maður mátti fara þarna út og veiða. Jó, ég veit það. Já, allt inni var það bannað. Það mátti ekki fara að veiða af því að einhver kall eða einhver svona samþýttuð að selja einhver kalliða og einhver kall fór bara með það. Svo kemur einhver annar kall og þessi, ég ætla að nota höfnin en eitthvað og gömlu frystihúsin til þess að koma atvinnu og þá er það bara eitthvað bara guð almáttugur mættur í þorpið. Þetta er náttúrulega afstaða sem er náttúrulega sturluð í sjálfu sér. Já. Því að auðvitað eiga þessi bæir að hafa bara völd í sínu eigin bæjarfélagi og það sama á við þessi fiskeldisfyrirtæki sem er í Tálknafirði og Patreksfirði að Patreksfirðingar og Tálknafirðingar eiga þetta ekki að einhverju norskir ævintýrmenn sem eiga þetta og þeir eru að fara mjög illa með fjörðin, þeir eru að framleiða mjög lélega vöru sem er fáð svona tildulega lélegt afurðaverð fyrir af því að þeir ætla bara að sópa upp eins miklum hagnaði og eins miklum framleið og mögulegt er á skömmum tíma meðan það er ekki verið að rukka fyrir eyðileggingu þeirra á náttúrunni og sjá fyrir sig að þetta enda náttúrulega eins og í Noregi að þeir fá þetta ekki ókeypis mikið lengur þannig að þeir eru bara í einhverju, þetta er ekki raunverulega atvinnuuppbygging. En auðvitað eru inn í þessum samfélögum með það að þá eru að horfa á það þannig að fáum við ykkur 5 störf eða 10 störf og þessi umgang og þannig að Jói er að keyra sendibíl fram og tilbaka eftir vegunum okkar án þess að fiskeldisfyrirtæki geta ekki borgið króna til þess að viðhalda vegunum og veginir eru meira og minna ónýtir út af þessu trukku sem er keyra sem að hverjum sig er eins og 60.000 engabílar þannig að við höfum eitthvað meira því það er þó skárra heldur að þetta var. Eitt dæmi þetta, ég var ekkert kvart yfir þetta var nú ekki fallegar byggingar þarna á hvað heitir þetta, Hafnartorginu í Reykjavík. Gáttu ekki menn ekki gert þetta betur og var bara ekki að segja það eins og gæti maður setið á Arnarhóli og hortið yfir höfnina, ákveður mátti ekki venda bara það, útsýnið á Arnarhóli yfir sundin og höfnina og þá svaraði einhver samfélíkamaður Reykjavík, hvað, vildur hafa þetta eins og það var, hann að bílaplönin? Við verðum að geta talað uppbyggingu samfélagsins annars að við erum alltaf að benda á eitthvað hörmung sem við erum að vinna okkur frá því þá erum við að gefa öll völd í samfélaginu af bröskurunum því að braskarði getur alltaf sagt Ég ætla aftur að tala um þess að konu og padró
hún getur ekkert borið ábyrgð á vegakerfinu eða hvað þeir borga í vegina. Hún lítur bara sína hagsmuni. Þeir að halda upp almennu vegakerfi í Íslandi. Já, en fyrst að breytingin í byggðinni, það sem ég segja. Og maður verður að skilja það er bara allt í henni líf, allt í henni er hægt að halda einhverja samkomur og svo margt fólk og annað, ég skil það, en svo hérna... En það fylgir þessu oft reynda þannig að þú mátt tuða yfir alls konar hlutum en ekki þessu fyrirtækjum, sko. Þetta svo Akureyri og nágrinni, sko, sem mátt tuða yfir eins og en þú kennst ekkit, ef þú ert að fara að tala illa Samherja, það verður bara hent út á samfélagi. Tala lágt bara. En sko, svo þetta svo líka með Brim, þeir sildu með mannstu tankana sem voru í Örfirisey, sildu með þá til Vopnafjarðar og þar verður til nokkur heilsársstörf sem ekki voru áður. Og það lítur að jákvæmt fyrir... Það sem að falli bæjarfélag lofa þeim alls konar dótir í og þeir fengu ókipis lóður undir þetta og fleira. Þeir gáttu nýtt sér veikastöðu þessa byggðalags sem hafði veikst út af sko þessu hryllilega kvótakerfi sem hefur farið eins og bara sláttumaður sjávarbyggðir landsins. Já, þú mátt ekki láta lítið út fyrir eins og ég sé með kvótakerfinu. En þegar þeir koma eins og frelsandi englar að þá sveitafélagið að gefa þeim alls konar hluti og eitthvað fleira. Þú veist, þetta þessi svona trú á það að þeir sem að koma með peningana og koma með störfin í sko samfélag sem hefur verið svipt getunni á því að hafa sjálf með að gera hvernig þau vaksa upp. Það alveg rétt, mikið samanlægir. En samt það björg fyrir þau sem að fá. Úr því sem komið var? Já, við getum bara ekki lifað og búið... Nei, við getum ekki sagt, nei, við viljum þetta ekki vegna einhvers. Við getum ekki byggt Ísland upp, bara úr því sem komið að þá betra að hafa bara fiskeldi, við skulum bara búa til nýtt kvótakerfi, útdeila öllum fjörðunum til einhverja sem að geta bara veðsett firðin okkar til þess að eyða einhverju fjármagni í því að byggja upp einhverju atvinnustarfsemi og ef það gengur, þá gengur það, annars gengur það ekki, bla bla bla. Þannig við getum ekki bara haldið áfram að byggja upp samfélagi þar sem að sko einstaklingarnir eða samfélögin hafa bara eiginlega ekkert með það að gera hvernig þeirra samfélag þróast. Ég alls ekki að segja það. Ég mjög mikið sammála, ég bara að segja sko litlu myndirnar. En í Seyðisfjörður, það annað dæmi, það að skella þar inn einhverju fiskeldi og íbúarnir vilja það ekki. Það búið ekki að könnun, 70% vil ekki sjá þetta. Og þeir segja sér svo að við reyndar sko við erum með töpur kvótakerfisins. Hann alltaf farin, síldarvinnslan var að loka bara fyrir 2 árum, síðustu vinnslunni. En við viljum þetta samt ekki, því þetta eru bara 2 störf og þá sláturhús á að vera á Djúpavogi eða eitthvað störf. Ekki bara út af því, þau vilja þetta bara ekki í fjörðin. Og þeir segja að það sem að okkur hefur tekist að byggja þetta upp gott samfélag sem er bara byggt upp á öðrum gildum, við erum svona dæmum að eitthvað annað, það sé ekki bara stóriðja eða sjávarútvegur eða fiskeldi sem eru alltaf lausninnar, sem er alltaf að vera að samfara okkur eða vindmyllur eða hvað sem fólki dettur næst í hug sem alltaf græða á þessu og þeir segja við viljum ekki. En hvað gerist? Samt á að tróða þessu upp á þau. Já, sem gæti enda með því að Múlaþing klofni að þeir segja sig úr sveitafélaginu sem er nýbúin að sameinast inn í. Já, en málið þetta er ekki svona hjá Múlaþingi. Múlaþing bara kýsa að beita sig ekki í þessu máli, en þetta er hjá ríkinu, þannig að ríkið ræður þetta, hvað verður Seyðisfjörð. Og fólki sem býr í Seyðisfjörði það eru öllum hjartanlega sama hvað þau vilja, sko. Já, og af hverju? Hvað er ríkið, hvað hagsmunir ríkið að bæta? Það er eitthvað fyrirtæki sem er að stóruleyti eigu einhverja normanna, svo kom einhverju kvóta erfingjar inn í þetta og svo lífeyrissjóðnir sem eiga að það er hagsmunir þessara aðila sem að skipta meira máli en 647 eða ég man ekki hvað eru margir sem búa á Seyðisfirði, miklu færri en voru þetta fyrir kvótarum. Af hverju er það? Af því að ríkisvaldið sem á að vera það sem að við erum að kjósa og á að byggja upp gott samfélag sem leiti eins og var verið að ræða pínuliti að ef að veri virt hverju búa til verðmætin og hverju eru hagsmunir verkalýðsins þá eru hagsmunir verkalýðsins að hér sé örugg og ókeypis heilbrigðisþjónusta, öruggt og ódýrt húsnæði, örugg og ódýr menntun og þú veist bara sæmilega lífskjör en ríkisvaldið er ekki að vinna fyrir það. Þú veist, með þess að það var húsaleigulögin fór í gegn, það var eitt út úr því allt sem að mögulega var hægt að túlka sem ávinningu fyrir leigjendur. Eftir sátu það sem að var réttarbætur fyrir braskarana.
og mér Seyðisfjörður vera gott dæmi um þetta. Ríkisvald á Íslandi er ekki að vinna fyrir almannahag, hann er að vinna fyrir auðvaldið, braskarana og ograrana og það er bara þannig og það er svona að lifa við eitthvað sem getur kallað bara allræði auðvaldsins. Þú veist, almannahagur og það vitið allir sem búa hérna. Þú veist bara séð hvaða máli verið afgreinir á þingi. Þetta er allt byggt á því hvað hinni ríku vilja og svo það sem á að vera eitthvað svona til bæta almanna, húsaleigulögin. Þau voru að banna þarna Airbnb í Barcelona af því að þetta er búið að sprengja upp húsnæðismarkaðinn, þannig að venjulegt fólk býr við húsnæðisóöryggi. Getur þið séð þetta gerast í Íslandi? Nei. Þannig að það sem að þó á að vera til bóta, það fer ekkert í gegnum þingið nema það sem að auðvaldi setti sig við. Já, eins og þetta er núna. Já, eins og þetta er núna og búin að vera í 30 ár. Já. Ég minna að það var rústað því sem var byggt upp á verkefnisbaráttu síðasta árs eins og verkamannabústaðnir. Munnaði ekkert það. Bara rústuði. Já. Og það er bara það því að þeir sem að fara með ríkisvald á Íslandi sem er til þess að þjóna hinum ríku auðvaldinu, þeir bara, þeir munna bara ekkert það. Óttastu þá ekki að samfélkingi sé hraðsiglingu til Valhallar? Jú. Ha? Jú. En það var að því nú eru flokkarnir að senda frá svona auglýsingar, maður sér að stundum þegar maður fer inn á Facebook sem eru óaðfindar. Það var til mynd af Sigurður Inga sem er 9 ára fjármálaráðherra, afgreidd fjármálaáætlun til eitthvað 2028. Ég meina, öllum alveg sama. Þessi fjármálaáætlun er líka hryllileg, hryllileg. Og fellur hvert á hverju ári, það stenst aldrei, Og þá var ein mynd frá Samfylkingunni sem var að þau hefðu náð að laga, almannatryggingalögin með samstöðu stjórnarandstöðuflokkana sem ég held að reyndar að hafi verið vel gert hjá þeim og ég fekk meðal annars Jóhann Pál og Ingu Sæland og Steinunni Þóru til þess að ræða þessi mál og það voru svona ágallar í málunum og ég held að stjórnarandstaðan og kannski til fórustu Jóhanns Páls hafi náð að búa til svona samstöðu hvað þyrfti að breyta og náð samstöðu við VG og fórustu VG inn í velferðarnefndinni. Þannig að þetta var vel gert. En myndin var svo kostulega. Það er fyrir utan þetta skrifstofubyggingu Alþingis þessa nýju sem er svona ýmsum steintegundum. Þá er Kristrún og Jóhann Páll að labba svona móti vorinu og framtíðinni. En þau eru bara 2 af 6 manna þingflokki og þau eru alltaf að segja að við erum tilbúin að taka við. En raunverulega er samfélkingin ekki sterkara þetta. Því að í þessu 6 manna þingflokki að þá metur Kristrún að hún ætla bara að taka Jóhann Pál með sér. Hún ætla ekki að taka Oddnýju, hún ætla ekki að taka Þórunni, hún ætla ekki að taka Loga. Hverju meiri að glemma? Já, það er 9 þingmaður sem kom í staðinn þegar Helga var hætti. Já. Dagbjörg, Hákonardóttir. Þannig að þau eru ekki með á myndinni, En svo er líka alltaf bara allt sem að kemur frá samfélkingunni bara myndir af og fyndið þarna þegar ég gáði bæklingin. Heldur að skera þau bara niður tróð hérna? Ég held að ég koma Og Loga líka? Ég veist að mann geti verið þarna ef hann vill, en ég meina, hvaða áherslu lagði hann á? Hann í tíð Loga, þá var samfélkingin tók að sér að vera svona flokkur mannúðar á Íslandi í innflytjendamálum sérstaklega. Ég man eftir því að þegar hann var formaður að sem hann kom svona ótilneyddur upp í ræðupúltið að tala, það var fyrst og fremst innflytjendamál. Maður sá hann aldrei taka þátt í svona húsnæðismálum eða eitthvað svona nema að það væri bara eitthvað þannig að flokkur væri að leggja eitthvað til og eitthvað svona en svona það sem hann rauk í gang og hingað ekki lengra stemming það var allt innflytjendamál. En hann hefur kynnt því að þau sátu hjá í afgreiðslu útlendingamála sem er óskiljanlegt. Það er óskiljanlegt hvernig ákveður samstöðun samfélkingin greiddi ekki atkvæði móti þessu. Móti fjölskyldusameiningum. Af hverju ætti samfélkingin að vera móti því að innflytjendur sem koma hingað, hælisleitendur og fá hér hæli, að þeir fá ekki fjölskyldu sína til sín. Og það verður að vísa til eitthvað í Norðurlöndunum og þetta er bara ránt. Ég ætla að segja ég held að Logi verið áfram og hann verið forseti Alþingis.
Já, eitthvað svoleiðis. Það svona, hann fer á eitthvað stað þar sem að, þú veist, hann hefur ömulega engin áhrif en það svona verið að taka ofan fyrir honum. Já, einmitt. Og verið gert málverk á hann og sett upp í þinghúsinu. Heldur þið sækist eftir því, fólkið? Já, ég veit ekki hvað hér kom í manna hvert það nær, sko. Og svo, þetta nú ekki stór skrifstofi, nú komið þarna inn sem forsetaskrifstofi, en þetta huggulegt, sko. Já, þau fá líka bíl og bílstjóra. Já, það ennþá? Já, ekki. Já, það hafa sett þér Ólafur Einarsson heitin. Var settur að sem menntamálaráðherra. Ég held að sé það þannig. Og þá fekk hann þetta í gegn. Þetta sem metið á þessi svona ráðherra ígildi. Já. En hann fer ekki til sig forseti nema bara heimdi sig. Nei, bara heimdi sig. En það samt, þú veist, þetta svona lífsgæði sem að fólki á auðvöld með að venja sig á og finnst sárt að missa. Það átti við Ólaf G. sem var að fara úr ráðuneyti yfir í þetta og hérna missi náttúrulega svona meira og minna völd, sko. Og en hvaða kenning getur látið Óla sætta sig þessu? Já, hann fæ bara sömu laun. Já, það ekki nógu svona. Já, hann fæ bara bílinn og bílstjóran líka til þess að var alltaf sætta sig við. Já. Þá það sem sko eftir svona verð. Já, það sé verðmættinni sé því. Já. Og ég meina, fólk alltaf veikt fyrir status. Nei, hann svona með þingrinslu og slið, sko, þá þetta ef að samfélkingin stærri en Sjálfstæðisflokkurinn þegar myndar ríkisstjórnina. Ég hef ekki trúað því að samfélkingin nái að landa þessu. Nei, ekki 30%. Nei, ég held að vera bara land frá því. Ég sá bara þessa mynd og hugsaði, þetta er bara eitthvað grín. Hvert fer þetta þá? Það bara fyrir eitthvað, sko. Ég meina, hvað þetta fylgi? Heldur þetta sé, þú veist, eitthvað svona rosalegu stuðningur við stefnubreitingu Kristrúnar Nei, þetta ekki bara best að kjósa Framsóknar fylgið. Einu sinni laðist þetta upp að Bryggju og Pírötum, svo fór þetta til Framsóknar og þetta bara verkist hafið. Ég leitað einhverju sem þó skafsti kosturinn. Nú að Lilja Rafney Magnúsdóttir að segja sig úr VG og það tíðindi. Það sé rosalegt sjokk. Já. Því hún, sko, ég fylgst það vel með þinginu og ég veit það að þessi 12 ár sem hún var þingmaður, þá skipt hún verulega miklu máli. Hún var svona, föst fyrir í sínu, sérstaklega í sjávarútvegsmálum og það var þegar kvótavettu grásleppuna sem að mælirinn var fullur í henni. Hún búin að vera að hlaða í vörðuna, þarna náði toppnum og hún sagði þessu úr flokknum. Og það síðast 2021. Hún formar atvinnuveganefndar og kosningunum 2021 og raunverulega í sveitakosningunum 2020 að þá svona breyting á kjósendahópi VG að þau tapa ekki eins mikið út á landi og tapa á höfuðborgarsvæðinu. Það svona framsóknar. Já, og meðal annars var sem svona einhver þráður frá Jóni Bjarnasyni svona vera með sérstakar lausnir í sjávarútvegi og kvótamálunum að, ég meina, hann byggði upp strandveiðina sem að bara talandi svona lífæði í þorpum eins og þú veist að tala að bara skiptu gríðalegu máli mjög víða land og þannig að þau voru svona með áherslur á þessu sem sviku algjörlega. Það var ekkert eftir að þessu Svandi slátraði þessu í auðlindin okkar hennar tillögum og bara tók byggðakvótana og settið inn í stóra kerfið og eitthvað fleira. Þannig að það hefur verið svona aldrandi að þessu að bæði held ég að Það var hækka kvótað ekki? Nei, ég sé aldrandi að því að ég er bara skjót inn í. Já, með hennar Lilju Rafney að þetta svik við kjósendur út á landi sem að flokkurinn fór og hann náði að svona minnka hrunsitt út á landi meðal annars með loforðum að standa vörðum stranduðirnar og sem að ég meina Svandís framlindi jók ekki pottin í stranduðunum í fyrra sem það alveg geta gert. Það sko svo náttúrulega það sonu Jóns Bjarnarssona sem að nær þingsætinu af Lilju Rafney sem að svona, það var einhver sem að greiddi atkvæða móti þessu með grásleppina, var það ekki hann? Ég veit það ekki. Já, ég veit það ekki, ég sá bara að það var einn ég bara nefndi ekki svona atkvæða, ég var alveg viss þetta væri hann og það bara að því hann í norðvestu kjördæmi og það að samþykja það að grásleppa sig sett inn í kvótakerfið og verði svo gangi bara kaupa svona kvótið þar og verði svo millifæranlegur á milli tegunda og þetta verði bara endari og sameri eða eitthvað og kannski þessi svona grásleppu venjulega grásleppukallanir verði bara hverfi á svona 5 árum. Þetta er hryllingur fyrir þingmann VG í norðvestri að samþykja þetta. Bara hryllingur. Já, þetta er það. Þetta er
hafa verið svona einu frjálsu veiðarnar, til það hefur ekki verið kvóti. Ég held að VG í miklu vanda. Hann ætlar að koma til mín í vikunni, hann Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Kemur á 50. Ég var svona að reyna að ná einhverju svona formanna sirpu. Ég næ aldrei sko Bjarna og Sigurð Inga sko, þeir eru bara svo merkilegir menn að þeir kom ekki hingað í þetta reysi sem að samstöðin er. Þeir eru svo Katrín Jakobsdóttir. Þannig að ég veit ekki hvort ég náði þeim, en ég er búin að senda beiðni á þá. Þetta er Ég held þetta sé ekki tilviljun að þessi 3 sem ég nefndi hafa ekki viljað koma hérna. Það er eitthvað svona, þegar fólk búið að vera í þessu hlutverkum, að þá vera svolítið stórt með sig. Já, og minnkar svona hugmyndin svona þáttöku stjórnmálana í víðræðslegu samfélagi. Á RÚV fá þau yfirleitt að þau eru bara eini viðtölum, er aldrei í debatt. Manstu viðtalið sem að Sigga Dögg tók við Katrín Jakobsdóttur og var svolítið svona hörð við hana, fyrsta skipti sem hafði gerst á hennar ferli og hún var svo hissa, Katrín Jakobsdóttur. Og þetta er eiginlega með Bjarni frekar, hann hefur kannski vikið 2-3 erfið viðtöl svona undanferð. En vanalega vill þetta fólk að þetta sé bara á sínu forsendum. Og svo finnst það bara, ég meina, þú getur ekki komið á ráðherrabíl og sest inn í þetta reysi okkar, sko. Reis, þetta er mjög hugulegt hérna. Ég segi það, ég finna að þau bara upplifa það. Ég er ekki með bindi eða neitt. Þetta er ekki gert úr miklu, þetta er gert úr litlu, en þetta er bara mjög hugulegt. En ég held að, og mér finnst þetta að vera að vaksa hérna á íslensku samfélagi. Þú mest eftir þingmönnum í Gallandaga, svo Steingrími Hermannssoni og fleiri svona sem að voru alþýðlegir að svona eðli á náttúru. En mér finnst þetta að vera að minnka með svona komið svona meiri styggð í alla og menn verða svo móðgaðir ef að það er ekki sín tilhýðileg virðing sem að þeirra mælikvarða er bara að maður bara fallið fram og tilbyggja það, sko. Já, undirgefni. Já, það er bara ekkert annað sem er virðing. En það, ég hef nú stundum sagt að ég var þingfréttamaður þegar Steingrímur var forsætisráðherra. Ég hef ekki orðið þingfréttamaður, bara var að skrifa pólitík. Og það var hannig að ef voru kvöldfundir í ríkisstjórninni, þá voru fjölmiðlarnir alltaf eftir þessu fólki, sko, vorum að leita frétta. Og þá fengum við að sitja hann inn á ganginum í Stjórnarráðshúsinu og með því skilyrði að ef ráðherrar færu upp að pissa eða eitthvað, að við myndum það bara í friði. Maður kann spyrja mér langt eftir eitthvað svoleiðis en aldrei eina efnislega spurningar. Þetta var bara samkomulag. Svo verður húsbóndaskipti og Davíð tekur við og hann bara út með okkur klukkan 5:30 eitthvað sliðis, alveg sangandi viðræði, bara út með okkur og þá var hérna eyja á milli akreinar en Lækjargötunni og ég lagði bílnum mínum upp á eyjuna og þá sá ég sko hvort þið var að koma og síðan löggan og segir að banna að leggja þetta og ég sagði þeim bara það að ég væri bara vakt, sko. Ég hefði ekkert annað skjól fyrir þessu veður en bíli minn, sko. Og þá kallar hann eitthvað í talstöðu, eitthvað slis, og það segir mér, já, þú mátt bara vera hérna. Eftir það gáttum við verið með bílana og upp á. Sko, löggan lét okkur í friði. En, sko, þarna var alveg ótrúlega stór móralsk skil. Steingrímur eins og hann var. Hann bað okkur bara ekki að vera, sko, truflaður neitt, bara sitja hana. Og en værum inn í hlýjunni en Davíð bara út með ykkur en svo var Davíð reyndar oft mjög ágættur sérstaklega ef maður náði honum bara á vettfangi, sko. En hann náði samt svona breytingum, sko, það var ef þú keyrir Tjarnargötuna og framjá Ráðherrabústaðina, það var svona séragrina system eitthvað, sama hann stóð í breytingunum á Landsbókasafninu, breytið í Þjóðmenningarhús og það er líka svona séragrina fyrir hann. Já, var fallegur svona garður með blómum og svona sem bara breytti yfir því að einhvern veginn hann er ráðherra gæti komið og keyrt upp á hurðinu og einhver opnaði fyrir hurðina og þannig að það kom svona stælar með Davíð, sko. Já. Það myndi að þetta svolítið fínt, sko. Já. Þú veist, það væri augljóst að þetta væri höfðingi á ferð. Já. Og hann útýsti Ólafur Ragnari úr Stjórnarráðshúsinu og senda hann í Staðarstað. Já, vildi ekki hafa hann í sama húsi. Nei. Hann var fyrir neðan virðingu Davíðs að hafa svona mann sem hafði kallað hann að hann væri með skítlegt eðli. Já, það var nú ekki gott á milli þeirra þá. Nei. En svo föttu þeirra voru bara samherjar. Voru báðir með skítlegt eðli kannski, ég veit ekki. Það voru gerðir úr svolítið sama efninu, það er bara hannig. Það voru svolítið líkir.
Já, en við vorum eins og gamli kallar að tala hvernig það var í Kanada. Já, það er svolítið gaman sko, en það er ekki útvarpaði kannski. Nei, en það er þessi þinglokk og ástandið í flokkonum, þetta er svona, mér hugsaði eins og við vorum svolítið að ræðum með Evrópukostningarnar og þessar miklu sviftingar sem eru, eins og þetta sem núna er bresku kostningarnar, að það sem er náttúrulega, það er möguleiki á því, að niðurstöða kostningarna verið það að auðvitað fær verkamannaflokkurinn en að meirihluta skoski þjóðaflokkurinn er í sárum og íhaldsflokkurinn í sjálfsmorði og sérstaklega eftir að reform eða flokkur Nigel Farage er að bjóða fram að þá mun það hafa gríðarlega áhrif á íhaldsflokkin. Það eru margir íhaldsmenn sem vilja refsónum. Það getur komið niðurstaðan getur verið svo að Nigel Farage verði óumdeildur forystumaður hægrisins í Bretlandi. Og þannig að ef að íhaldsflokkurinn ætlar að ná vopnum sínum, þá var það að finna einhverja leið til þess að ná honum inn, að það verði annað sameining eða verði með einhverjum hætti, að það verði hann sem að muni leiða hægri menn í næstu kosningum 2029 minni vekk. Og þetta er náttúrulega gríðarleg tíðindi. Þetta er að sjá gerast í Frakklandi, þar sem að formaður gólistana fór og gerði kosningabandalag við Le Pen og þjóðfylkinguna hennar. Og það með sér þetta að svona gamla hægrið er bara að beygja sig undir forystu þess að vildi ég endilega fá afstöðu Brynjars til þessa. Það sem að forystummaður hægriðsins í Hollandi er Gert Wilders, engi trúa því fyrir 20 árum, Trump í Bandaríkjunum og svo eru náttúrulega með svona furðulega menn eins og Milei í Argentínu og fleira og Meloni í Ítalíu og þar alveg gotum. Að ég finnst alveg komið til greina því að það er alltaf verið að horfa á sterkastöðu samfylkingarinnar og svo sjálfstæðisflokkurinn, hann hangir hann í 18, samfylkingin dinglar einhvers staðar á milli, svona 27 og 30, en miðflokkurinn er alltaf hægt og bítandi og er síðast held ég 13,5 á móti 18 í, 4,5% á sjálfstæðisflokknum og miðflokknum. Og þegar að því vorum að tala þetta fylgi sem að hefur lagt sig upp að samfylkinginu núna, og þau einhvern veginn trúa því að þau bara preseteri Kristrúnu sem einhverja valkost á móti sjálfstæðisflokknum að þá munið þið ná þessu. En ef þetta er rótlaust fylgi, þá get ég alveg séð að gerast að miðflokkurinn verði stærri en sjálfstæðisflokkurinn næstu kosningum. Já, það er tíðindi. Já, en ég hvet fólk til þess að ekki vera að horfa á samfylkinguna, heldur að mála horfa á hana mín vegna. Ég held að geta orðið afdrífaríkari svifting í íslensku stjórnmálum ef það sama gerist og er að gerast núna í Bretlandi. Gerðist í Frakklandi núna bara fyrir 2 vikum og mun gerast aftur í Frakklandi núna í lok mánaðarins. Gerðist í Hollandi, gerðist á Ítalíu og það er kannski erfiðar að tala löndin Norðurlöndin og fleira en það má alveg vísa til þess að það er sambærileg þróun í gangi þótt hún sé ekki eins afgerandi. En Holland, Bretland, Ítalía, Frakkland, þetta er náttúrulega ótrúlegar pólitískar sviftingar og margt af því sem er keyrt áfram þar sem að því að við vorum að tala þetta áðan og Brynja benti á að þetta væri ekki svona hægri flokkar, það verið með svona áherslu og svona félagsleg mál sem að miðflokkurinn hefur ekki verið með en flokkur fólksins hefur verið með. Einu sinni leit út eins og þessi flokkar væru að renna saman og þannig að ef þú tekir miðflokkin og flokk fólksins sem eru samanlagt að mælast. Það er svolítið sögulegt því að Inga Sæland rak. Já. Ég er ekki að segja þau samin. Inn í þessum 2 flokkum er franska þjóðafylkingin, er nýja hægrið á Ítalíu, er nýja hægrið á Hollandi og þetta eru kannski flokkar sem eru með 13,5 og svo kannski 6,5. Það eru 20%, sjálfstæðisflokkurinn er með 80%. Þannig að þessi svifting sem við erum að sjá að nýja hægrið sé að taka yfir forystuna frá klassíska hægrinu, ég held að þetta sé bara að gerast á Íslandi. Við höfum bara ekki verið með fókusin á þetta. Kannski. Já, og þetta sé miklu stærri tíðindi heldur en hvar þessi rúta leggur þannig að er ekki bara best að kjósa Kristrúnu, er ekki bara best að kjósa Framsókn, er ekki bara pröfa þetta Björt framtíð og þú kannast við þetta. Það er svona
flokkar sem eru að segist alltaf breyta, við verðum að breyta einhverju en við ætlum ekki að breyta neinu sem að er að glíma við eitthvað þessu atkvæðundu. Þetta það sem ég ætla að draga sem það sem mest spennandi straumhvörfin í íslensku stjórnmálum í þinglok. Það sem vöxtur nýja hægrisins á Íslandi. Hefur að segja þetta gott. Já. Og kveðja alltaf, svo kveðja, þú ert kurteisari ég. Já, ég ætla að þakka gestum mínu kærlega fyrir og Sigurjóni fyrir aðstoðina og ykkur, sérstaklega sem hafið staldrað við og hlustað, bend ykkur á, eins og ég stundu geri, að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna, það byggist upp á góðri afspurn. Þannig að þið segir vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér, að þá eflist dreifikerfi okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann, spilarin.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunni og vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki sjá tækja fyrir því að bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð sem við sitjum og í öllum þáttum samstöðunar. En samstöðinu hefur fyrst og fremst byggst upp á áskrifendum. Það eru mælingum frá því snemma í apríl voru 40.000 mann sem að horfa á þætti samstöðurinnar eða hlusta í hverju viku. Af þeim eru rúmlega 1300, ætla sig voru 1350 sem að hafa greitt áskrift og það er í afli þess fjár sem okkur hefur tekist að byggja upp samstöðina. Því fleiri sem að slást í þann hóp, því öflugri verður samstöðin og ef að þið hafi áhuga að slást í hópin hvet ykkur til þess að gera það, sérstaklega þau sem hafa kannski löngu ákveða innra með sér að slást í hóp áskrifenda á samstöðinu og taka þátt í þessu tilraunaverkefni að kýla á það, því að við erum að meta það hvernig við ætlum að mæta sumrinu og haustinu og þá væri gott að sjá hvað við höfum ennþá þann mikla meðbyr sem við höfum sannarlega fundið hér á samstöðinni. En allt sem við sjáum hér og heyrir í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Þetta er búið í kvöld, ég verð hérna næst annað kvöld klukkan 8 en ég óska ykkur bara góðrar helgar það sem eftir aðeins og takk fyrir í dag. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.